Are you ready now? Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 20. og 8. mars. Þetta síðasti þátturinn okkar í mars árið 2025 og við erum í beinni útsendingu frá Keilhöllinni. Fullu bátur, Rauðum Blöndaleiti, ég sitt ekki, þetta ekki mitt sæti hérna, en sitt í þægilegu sæti og beint á móti með sitja tveir snillingar, annar þeirra heitir Steindi Junior. Steindi, hvernig ertu? Ég bara... Ertu ekki flottastur? Jó, ég bara geggjaður. Þú ert geggjaður. Klukkan 4, ég ætla að bæta því við upptalningu. Ég sagði það. Nei, það? Ég sagði klukkan 4. Jó, ok. Þetta nefnilega ekkert vitlustöður. 28. mars 2025. Já, þegar við náttúrulega erum bara, það 2025, að stutti að fólk láti frista sig og fleira, þannig að þú vaknar kannski árið 3000, þá viltu vita þetta. En ástæðan fyrir byrja að segja árið og ég veit þetta fyrir víst, að það eru margir sem að hlusta þáttinn, sko, fólk að taka gamla þætti, bara svona 7 ára gamla þætti. Það var fínt að vita bara, já, þetta var 2025, þegar voru allir Keilhöllinni fullir. Það er að bingja eldgamla þætti, þannig að eftir 10 ár einhver að hlusta á þennan þátt right fucking now. Og kannski bara sonu minn. Og þetta ef þú ert að hlusta, þá byrðið afsökunar hvernig þið var. Ég vona innilega að börnum okkar sé ekki að hlusta. Nei, þau með að sleppa þig. Þeir eru alltaf ekki að baktala sér börn oft. Nei, við erum ekki að baktala börn oft. Maður verður bara ekki heimsóttur ofta á elliheimili. Krakkarnir farið í það. Þið erum að bli góðu málum þar, þegar ég báði stelpu. Ég er búin að kalla Aron the Terrorist svona allan að 5-8 sinni. Já, það er... Hvað er að gera hann hér? Og líka, þú kalla hann the Devil. Já, the Devil líka. Þetta er búin að gera marga oft. Það er ekki heimsókn á elliheimili frá honum. Það er bara stefn. Þetta er bara þannig, hann hefði hvort þeir ekki komið. Ég er nefnilega í vesen. Hefði ekki komið? Ég dauði með ykkur. Eva Malen og Ronja eru að fara að koma að heimsækja ykkur. Strákarnir mínir... Ekki Mathildur? Nei, hún er nettur gauður í henni, sko. Hún er Devil líka, sko. En þetta þið vitið samt hvað ég er að tala um, að það er mikill munur á bara eins og systir mín 10.000 sem duglegur að fara að hitta ömmu heldur en til mig síðan. Já, þannig að þú veist, þeir eru strákarnir aldrei að fara að hitta því þú ert old piece of shit. Já, þá er ég bara, ég held ég verði bara eitthvað erlendis bara. En þú sprautar inn aftur og býr til a tiny little girl, a bald little girl. Okkur er bald? Nei, ég veit það ekki. Ég veit yfir sköllutuði fast. Nei, ég sagði þetta á sínu tíma í brúðköpi á systir minni. Það eru meiri líkur að við gefum annar heldur fyrir mig þriðja, sko. Þannig að það er ekki að fara að gerast. Engar áhyggjur. Ég sé ekki mína menn vera að skeina þér að það, sko. Það er bara, þetta er ekkert bara mínir synir. Það er bara þannig að strákar eru bara meiri. Þú ert jafn gamall ég er ekki að skeina. Þú stendir þú eru örugglega dauður. Ég geti þurft að skeina ykkur. Þið náttúrulega eru aðeins eldri. 4. Nei, hann er miklu yngri, það sem er ekkert aðeins pirrandi, sko. 4 árum. Stendur að fara að skeina. Já, sko, segjum að þið séu orðnir hérna 95 ára gamlir. Og þú 91, sko, heldur að þú setja að fara að skeina. Þá er ég bara rétt að þetta í 91. En ég er bara að halla mig fram, setja svona hausinn milli læran á þér og þú ert að fara að skeina. Já. Það er ekki með finest moment. Ég heldur við verðum að tala um eitthvað aðeins meira hressandi heldur en við séum bara á elliheimili. Já, en það er svona ágætt að minna sig á það af og til að þú átt svona 25 sumur inni. 25. Hætt að segja 25 sumur, ég ætla að vera eldri heldur en það, sko. Ok, 30 sumur. 40 allavega. 40 sumur? Já. Ok, segjum að við 40. Það er bara flott. En segjum að við 40. Ég er búin að eiga 45. Já, nei, 44. En segjum að við 40 sumur inni. Þá finnst mér þú þurfa að fara að nýta þau. Alltaf. Fara að nýta þau? Sumarinn er vel. Er ég ekki að því? Auðvitað, jú, ekki. Já, það held ég. Já, við lengjum þetta með að fara til tenni. Þá áttu komið með sem í sumarinn í sumarinn að segja. Já, þú getur stækkað sumar. Veit ég hvað, ég veit ekki hvort maður hefur ræðið þetta bara on air. Ég held að ef ég verði komin inn á svona eitthvað heimili og bara vonandi bara bullandi stemning þar, ég væri til að hafa þá svona alla fellana með. Þetta er búið til fyrir því, bara að vera að spila bridge og boccia og þú mást elska. Þetta er að vera partners alla nætur með nýju hólki. Þetta verður bara besti stöð að ræða. Ef ég er með, bara fellana með. Er ég á lífi þarna líka? Já, þú ert þarna. Þú kemur kannski 2 árum seinna en ég inn. Nei, samt, þú ert náttúrulega ónýtt bak. Þú voru mættur þarna undan mig. Ég sko bara, ég sé á lífi í þessari sögu eða geggja fyrir. I'll take it. Sko allir í þérna, Landaköst, Burst Machine, Boogeyman. Vitið hvað ég held að verði svolítið í gangi á mér þá? Ég held að ég verði áðurinn að pothead. Ég held að ég verði bara í grasin.
Já. og hik ekki við það, þannig að þegar ef að Teddy og Matteo verða svo heppnir að eignast krakka og ég fæ að hitta það, því það er kannski ekkert rosalega líklegt, ég var svo seinni í þessu Það reykja allir en þá eru þau bara að fara að hitta freðin af það. En heldur að Staffi væri að taka þetta af þér eða heldur að það væri búið að löglega þetta? Nei, ég síni þeim einhver gömul vídeo á kallinum og bara, látið blöði friðir minni eftir þessu, þegar ég var að þessu. Þannig að vera í styrkjum, það er ekki líka. Nei, þá bara deyrðu sraðar. Hvað, voru út og kókar og ellið, það er bara ógæslegasta sem ég heist. Skrítnasti vettvangu fyrir það líka, bara ever held ég. Sáðu ekki Landman þegar Gellunan tóku gamla lið og fóð með og strippbóluna? Já, það var enginn að fá þú stikki samt sko. Landman, það eru þættir. Herðu, ok. Já, það inni. Það er Billy Bob Thornton bara upp á sitt besta sko. Hann er góður. Egil, nú verð ég að gefa þér eitt. Af því að ég var eitthvað að tala um að, ok, þú sokkar okkur ekki eitthvað þó hann að fengi þetta hlutverk. Nú verð ég bara aðeins að gefa þér og Patrick Schwarzenegger það. Hann er góður í White Lotus. Jó, hann er nefnilega, ég er komin up to date, ég er búið með 6 þætti. Já, búið klára á alla. Og hann fer á kostum. Hann er bara góður sem svona algjör fáiði, en samt með hjarta einhvern veginn. Þú heldur pínu, þetta er ógeðslega vel gert hjá hann. Heldur með það. Og þetta, ef þú er ekki búin að horfa á White Lotus 3. seríu, þá er ég ekki að eyðileggja neitt með þessu, því þið veit ekkert hvað ég er að tala um. En þetta rungatrið þarna með ég vissi ekki hvernig ég átt að haga mér. Ég er bara svona, hvað er að gerast? Þetta eru helviti góður þættir. Svo eru góði leikarar í einhvern öllu hlutverkum og tónlistun og væpið. Sean Elliot mætti þarna, hvað heitir hann hérna? Stóluð mér sem mætti hérna sköllótti. Já, geggjaður. Það er svo 2 gæjar sem eru svo leiðilegir hérna og eru svo leiðilegir, svo vel leikið er svo ógeðslega leiðilegir. Gamli leiðilegi kallast. Já, við dyrka. Þannig að þetta er White Lotus. Ég var með áhugjur á þetta fyrsta þátt. Þetta byrja, ef það er eitthvað að fara að horfa, þetta byrja mjög rólega. Get ekki beðið til næsta. Já, eins og bara fyrstu 2. Já, og líka eins og Severance byrjaði rosalega rólega. Það er líka að sé fyrir. Það er betur þetta sem ég sé lengi. Já, ég endar eftir að klára það. Það er veistla. Það er hótel bara sem, þú getur farið á þetta hótel. Mér langar. Það er nákvæmlega eins og í þáttum. En mér finnst þið að segja þetta, því ég staði við Rakel, hvað heldur þessu margir að fara til Thailands í svona ferð eftir að sjá þess að þetta? $1,500 á nóttina, ég er búin að kynna mér á þessu hóteli. Sem er ekkert svo hræðilegt. Tegur viku, samt í ódýrt. Yfir 200 kall nóttin. Það er örgulega mjög dýrt með að vera á þessu svæði. Já. Hótel í Thailand er ekkert að dýra, það er bara dýrt að komast á gældi. Þetta er dýrt hótel. En við erum í Keiluhöllinu og það er ekkert ástæðalausu, drengir. Pretty Boy Choco, hann er svolítið að taka yfir Keiluhöllinu þessa helgina. Hann er með, partí í kvöld. Okkar maður. Hann er komið með pizzu hérna, sem var bara að fara á matseðilinn hjá Seikin Pizza. Og svo er hann með fjölskyldutónleika á morgun klukkan 4:30. Þannig að Pretty Boy Choco er að taka yfir Keiluhöllinu þessa. Teppa leggja Keiluhöllina bara alla helgina. Er hann ekki frumsýna vídeo líka? Já, frumsýna nýtt vídeo hérna eftir og er með partí og við þurfum eiginlega að smakka nýju pizzana. Það er líka drullu vel, það voru útskýrað fyrir okkur áðan þessi mestari sem er baka hérna. Einu sem var skrítið á hann, það eru bananar en ég er til í hann. Já, sko bananar, chili. Það eru margir sem eru mjög hrifnir af bönunum á pizzu. Já, sko eina af mínum uppáhaldspizzum og bara sorry C.J. að ég skulle vera að plugga ykkur með öðrum pizzustað en ég bý hérna rétt hjá og það er eldofnin. Það eru með hot and sweet og það eru bananar á henni og hún er geggjuð. Nú hef ég verið C.J. og ég væri með blöðarinn í Keiluhöllinni sem selur pizzur að tala svona. Það síður á. Nei, ég er actually að segja fólki að það virkar að hafa banana. Þannig að þetta var cross promotion. Ég hef ekki prófað hot and sweet þannig. Já, hún er mjög góð. Men þetta er hot and sweet reiknum með? Já, ég drakk alltaf mikið. Það er drikkur sem ég get ekki drukkið í þetta. Ég gæti ekki tekið hot and sweet staup. Það er eitt drikkur sem ég get aldrei drukkið aftur og það er Southern Comfort í 7up. Já, það er skrítinn. Varstu það gráður eftir hana? Nei, ég heyrði einhvers staðar að það færi í Smöggina þér? Nei, hjá hinu kynunu, þannig ég var svolítið með það á jamminu. Það gekk ekkert frekar fyrir daginn, sko. Hvorki ég niður þær eru gráðar, sko. Varstu alltaf bara ránd á blöðurinn og bara allir í Southern Comfort inninni? Þú voru átt að því, ég er alveg uppið að fara á sveitaböll, þannig ég var með þetta í svona blöndu. Ég drakk svo mikið af þessu að bara ég get ekki fundið lyktina þessu. Varstu að gefa stelpunum sopa? Auðvitað. Nei, af því að þú helst þetta virkaði þannig. Nei, bara, hefur aldrei farið á sveitaball. Það er allir að byggja sopa og það er allir að gefa öllum. Ég spurt gerðu hvernig að sögja science bak og fólk eru hornið að þessu. Southern Comfort? Þetta er þetta
ekki breyna þessum, hérna, hvað heitir þetta, Urban Legends einhvern veginn og svo er ekkert að marka þetta. Jú, það er bara þannig, sko. Talandu sveitaböl og krókinn, drengir, Tindastól, deildarmeistarar í körfubolta, fyrsta sinn. Já, það er til hamingju með það. Bikar í síkið í gær, til lukku með það, stólar og skafringar, veistla. Hvað er að koma út úr þessu að það? Fyrir þetta beint í spöngir og hólki? What a question, sagði hún hérna. Hún er farin að tala svolítið eins og þessi besta vinkona henn. It doesn't have any known aphrodisiac properties, but like any alcoholic drink can lower loosen people up and make them feel more flirtatious or bold. Especially if they're already vibing with someone. Já, bara tala áfengi, við vitum alveg hvað áfengi Það virðist ekki vera science bak við Southern Comfort. Nei, þetta er eitthvað Hver laug ammanost í sínum tíma? Bara einhver snillingur í marka sem er bara markastjórinn á það er einhver genius, því að þetta virkaði þannig að ég var að trúi þess að sögur ekki. Ef við verðum að selja eitthvað drikk og nú erum Celsius drekkur þetta voru spólgráð. Okkur fyrir ekki bara að vinna það. Ég held að hafa enginn verið frá fyrirtækinu að segja þetta. Var þetta ekki bara einhver vinun og króknum börst? Nei, ég er kópaði og ég er út allt. Ég held þetta að vera einhver markastjóri hjá þeim sem að alveg pottitt. Sér og sér mikilvægasta máltíðin, morgumaturinn og allt þetta. Þetta er eitthvað Celsius að vera spólgráður. Heyrðu hérna talandi spólgráður. Ævar Gudmundsson, hann ættir ammælishelgin hans og hann er að hlusta og hann baði góð þáttu til öllum. Við ætlum að gefa honum góðan þátt. Það er rosalegt að hann er ammæli og þetta er ammælisþáttur Ævar Gudmundsson. Hann er að hlusta og bara what a fucking man. Allar þetta líka, hann klikkar ekki á því sko. Hann tekur örgulega svona 30 vodka reddi í kvöld og lappar í besunni fyrirmáli. Ef einhver að skilja að vera mökkaður í höllinni sem búin að hlusta okkur einasta þátt í ykkur 14 ár, þá er Ævar fucking Gudmundsson. Við þurfum að bjóða, herru Ívar, við vitum úr að hlusta. Ammælisgjöfin það er höllin 31. mæ og frítt áfengi og allt svo þú vilt. Hann fær einhverjum VIP pakka við sækjum þig, skuttlur og giggið og ef við dekra við það. Þetta er eitt þægilegasti náingi svo í hrósinu og ammælisbandinu. Hann ammælið er endur á miðnætti en þetta er eitt svo skemmtilegt sem ég kynst. Hann var líka bara svo heldur með öllum. Hafið einhvern veginn heyrt Ívar Guðmunds baktal eitthvað? Nei, hann tekur ekki þátt. Ég held að geta það ekki. Hann nefnir því ekki. Ég hef sagt þessu sögu á það. Manstu á loka kvöldunum þegar ég var með honum í golfferð og ég sagði við hann bara maður ferðast heim á morgun maður, við getum ekki verið þunnir í maður, ég get ekki meira. Hann bara, nei, það er skynsamlegt að vera bara rólegir og góðir. Herru, svo fekk ég mér eitthvað jager hérna á sem veitingastað. Ég bara, samt þetta er nú loka kvöldi, verður ekki að gera eitthvað. Jó, verður ekki loka kvöldi. Það er alltaf til. Hann bara þægilegasti maður í Íslandi. Eigum að fara yfir þáttinn, drengir? Alltaf þegar við erum í Keiluhöllinni að þá tölum við dónalega og það er búið að draga. Ég setti það á Instagrami. Það var dregið fyrir í dag, steindið laus að þessu sinni. Það er rosalegt. Þetta er stórt. Því að við vildum bara svona sína að það er ekkert svindl í gangi. Egil, þú ert ekki alveg svo heppast í þessu. Þú þarft að tala dónalega. Þetta er óþolandi. Út af því að ég var að vona að ég geti bara tilt mér aftur og einhver auðvitað trúinu þarf að semja eitthvað kjaftaði. En býtu, við allir sammálum verst að vera sá sem þarf að tala? Já, það er þannig, og næst verst að vera on the receiving end. Það fer eftir hver er að tala. Steindin er besta díl. En þegar Egill er að tala dónulega, þá held ég að sé vesti dílin að vera á receiving end. En þú skilur ekki hvað er að tala dónulega, þú getur að fóra að ná því. Speil á þig. Þá vil að meina að þú sett ekki heldur búin að ná því. Það er speil. Hvað er þetta kallast tala? Það er að útskýra speil. Já, stundum. Hvað er að segja? Þú átt náttúrulega að reyna að vera að koma blöð til. Þú ert að reyna að setja því aðstæður. Hvaða línu myndur þú henda mig núna Steindi þú ætlar að koma með til? Ég náttúrulega ekki að fara. Gjarðargraðan? Já, sko, ég dró ekki blöðar. Nei, ég segja, þú ætti núna einhver eina lína með komið hendi. Ég myndi segja bara, ég veit að ekki líklegast eitthvað, það væri sköllóttur náttúrulega. Já, það er ekki að sama og Egil. Hvað heldur þið eftir að koma og Nei, þú fílar að vera sköllóttur. Fíla ég það? Hvað meinar þú? Þú fílar það betur en að vera með hár. Nei, ef þú mætti vera með hár, þá væri með hár. En akkur ferðu að geta Tyrklands? Það því ég nenni því ekki. En hefði ég mátt velja, heldur ég hefði þá valið að vera sköllóttur? Ég meina, ferðið eru vel, sko. Ég ætla að koma með eitthvað rómantíska setningu sem kallar bara beint Nú er ég a gambling man. Ég væri til í að setja
Ok, af því það alltaf sagt þú ert gambling, hvort sem að kemur að kasínói, hérna, þú ert að betta á leiki eða ferði í hlutabref never bet the farm, svona fræg lína. Góð regla. Aldrei að setja allt undir. Ég til að bet the farm á að bald piece of shit komi á eftir. Já. Þegar hann að tala dónulega. Ég var til að setja bara allt sem ég á það. Ég held að það væri sniðugt betur. Nei, þetta er bara einhvað sem er jafn örugt og Ég er bara óöfn, hvað var ég að segja? Ég var dregin út þessu kjaftu. Reynda að koma eitthvað nýtt. Ok, verður fesku núna og kottum eitthvað nýtt. Ég ætla hann að gera það alveg spólgra. Það er náttúrulega aldrei að fara að gerast þetta í einhverju kíló. Það eru bara krakkar þarna í kíló. Hvað er að vera graður? Það myndi væntanlega bara ekkert gerast hvergi. Jú, ég var 2 í bústað. Nei, það myndi ekki heldur virka það, sko, þetta er eitthvað bilað. Brandarótt pappa eins það er að koma að stendi. Já, Brandarótt pappa eins, hann er búin að senda, ég er ekki búin að opna. Þannig að ég að tella hvað er mikið. Já, hvað er margir? Reyndar maður, það eru mistök inn í þessu. Það var líka að vera miklu grófari, en ég er vel peppaður í dag, sko. Það fekk ég líka einhvern smá lestur á Instagraminu að það voru margir sem föttu fyrsta brandarann síðast, en ekki við. Já, það var að tala um baug, hókun draun. Herru, það er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brandarann. Gætu verið mistök að þau rífast hjónin. En ég vil hafa mistökin inni. Ég líka. Og þegar gamla er öskar á hann og skamman. Það er eðalega gaman. Við skulum ekki, hún var ekki öskra á hann. Skamman eitthvað, það er ekki góðu. Vil ég rifja upp góð mistök? Nei, við þurfum þess ekki. Nei, ég er með allt hérna. Don't call it a comeback, drengir, sturla staðrindir. Er á sínu stað. Double don't call it a comeback. Mávar eru mávar í dag. Mávar er með comeback. Það er ekki stórt, það er ekki verið lengi. Nei, það er bara margt að gerast. Þetta eru náttúrulega kostulega fuglar og margt sem að fólk veit ekki máva og er mér spennt. Fólk er að díla við kostulega fuglar. Þetta er ekki upp á sliðurinn minn, en ég pakka hann. Fólk er að díla við máva alltaf. Ég er alltaf animal lover. Ég hef gaman að þessum knowledge. Ég var að vannmeta máin. Ég hugsaði bara að það voru fljúandi róttur og fannst þetta bara ekki mjög spennandi. En eftir þetta info sem stóri var komið, þetta er magnu dýr. Ég finna vissu til dæmis að þeir tala saman. Talaði saman? Ef þú heyrir eitthvað 2 máva að vera æbjörgstar, þeir eru að spjalla saman. Það má? Já, þú vissu það? Já. Þú ert ekki búið þetta til? Nei. Herri, ég er að horfa þarna á steinvegginn, drengir. Muniði hérna, ég veit ekki hvort einhvern veginn sagt frá þessu, en við vorum með þátt hérna í COVID í Keiluhöllinni. Höfum við 3 einhvern tímann verið jafn fullir allir saman og við sátum að það verðum vegg? Ég held að ég skil ekki alveg hvað gerðist. Við vorum líklegast með COVID og drekkum í COVID. Þetta er hættulega við að vera með C.J. hérna. En maður lappar í dæluna. Það er bara gull light þarna á dælu. Allir á leigubíl. Það er engin bíl. Og við vöðum í dæluna. Við endum á skröllir en í þessum þetta. Þetta eru hættulegustu þættinir. Þarna fórum við sérst í stað bara heim. Og fórum og settust þetta í hotni. Hittum við okkur til hotna. Já, þetta er svakalegt. Ég endaði með glas heima. Klassik glas, stórt klassik glas. Þá veistu að það var gaman. Á fæti. Þá veistu að það var gaman ekki. Það er yfirlýsing. Það er tilkynning. Nú, hvað tilkynning? Þetta er stór tilkynning. Nú er náttúrulega alltaf að fara að gerast. Nú er bestadeildin að fara að byrja. Það er alltaf að fara að gerast. Í næstu viku bara alltaf að fara að gerast. Ég og DNA minn erum að fara að henda út 9 afturöldingalagi. Það er þetta stórt. Það er þetta hjúts fyrir, ekki fyrir bara ykkur, fyrir afturöldingu. Ég ætla að segja þessi stórt. Samfélagið er svo mikilvægt að eiga gott lag. Það er samt pressa okkur, ef þetta lag sígur þá verði þið grýtt. Ég meina Tindastóðslagi Úlfur má ég heyra, það er rosalegt lag. Það er frábært lag. Og blíkalag. Þannig að ég ætla að segja þetta sé ekki bara gott fyrir bæjarfélagi. Þetta er náttúrulega gott aðalega bara fyrir land og þjóð. Það er ekki annað. Ég meina ég er land og þetta er aðalega gott fyrir mos. Nei, stráka, þau eru áttugur því. Ég er að draga, ég er að sækja DNA-mannin og fara með henni í stúdíu. Þá alltaf fyrir DNA í höllinu það ekki? Ef hann er með því hann tekur sem alltaf í höllina ekki? Anna finnst mér bara skrítið. Þannig að DNA-maðurinn er officially signaður 31. mæ. DNA-maðurinn, I love that shit. Ég var að senda á DNA minn í gerð. Hvernig ertu? Hvernig er staðan? Hann sagði ég er með svona 900 bars ready á þetta lag. Það kemur ekki tilkynning fljótlega. Já, ég meina tilkynningin er bara núna. Við ætlum að lagið kemur út, það verður komið út eftir, ég ætla ekki alveg að lofa, ég ætla að segja svona kannski 10 daga eða. Það eru svo líka, það er styrtarhlaup SKB. Ég var búin að lofa okkar Bjössa besta manni á Ólafsfirði að koma inn á þetta. Þetta er haldið í Laugardalnum á morgun og byrjar klukkan 11. Takk hérlega. Og þetta er markmiðar að njóta samveru úti í náttúrunni og styðja gott málefni. Hringurinn er 2,5 kilometrar og stendur til boða ganga eða hlaupa. Þannig að mætið í Laugardalinn. Það verður ræst út 11:20 hjá Húsdýragarðinn. Þannig að farið og styrki gott málefni og já, takkið þátt í þessu. Mjög gott.
En ekki bara komin tími á fyrsta lagdrengis? Jú. Það ekki? Jú, og þetta talandum að Ívar Guðmunds á leiðin í höllina. Tryggja ykkur miðin á tix.is. Þetta verður tekið þar. FM 957. Hver er svo besti? Það vita það allir. Það að sjálfsögða þann Guð. Annars erum við í beinni útsendingu hérna frá Keiluhöllinni. 3 fyllibittur komnar í Good Light. Sjá kallinu efri, hann getur verið lungin með pensilinn hérna. Maður horfir út gluggan blöð. Samt það eins og kallinu efri sé ekki stærsti aðdáðandi Íslands. Nei. Kona mín er núna í flugvél á leiðin til Portugal. Það eru 25 gráður. Það er svona komið vorum alla Evrópu. Já. Það er ekki alveg hér. Það er hríði Keflavík núna. En þú veist, svo lengi sem... Og ekki bara Keflavík, sjáðu. Það er að snjó. Helviti er þetta vond maður. Ég held að snjónu var alveg búinn. Það er að koma apríl. Það er ekki bara apríl eftir helgi. 1. apríl á þriðjudaginn. Já, 1. apríl. Ætlum við ekki að vera með einhver aprílgöpi? Auðvitað. Erum við ekki grínanar? Ekki. Þetta er okkar dagur. Slá að leta strengi. Okkar dagur. Er 1. apríl, er hann jafn stór og hann var í gamla dag? Já. En þá er ekkert að tala um hann yfir eitthvað stór. Er það kannski bara því bara eldri sjálfur? En sko, hann var stór í gamla dag. Er það málið? Núna kom alltaf ykkur að skrýtna svona aprílfréttir í fréttunum bara. En sko, eru krakkar hlaupað um allt með... Ég ger alltaf sama mömmina. Og það virkaði alltaf. Hún hlýtur að búin að fatta það núna. Nei, hún bara gleymir því alltaf. Hvað er það? Þá ringi ég hann og segja þessi hestur í garðinu. Já, ég heyrst þetta frá. Við hefum nú tekið þetta á þau. Og kíkir hún alltaf? Og losnaði einn úr Hindisvíkinni og komin í garðinu hérna. Og kíkir hún út og Já, hleypur þetta í garð. segja að engin hestur og... Engin hestur og það myndi hún eftir. Hún var að gera þetta nokkuð sem maður. 1. apríl. Já, 1. apríl. Það er komin tími á slúð. Herru, ég er líka gott að minna fólk á það. Það eru 2 vikur í páskabingo blökkarsins. Það verður haldið á sunnudegi eftir 2 vikur. Þannig að fylgist endilega með því. Það er komið Alvöru rosalega, svo strax vinningar mættir. Já, líka fullt af nýju stöðum núna. Nýju, bara öryggiskerfi, vinkælar, grill og það er allt að gerast sko. Ég ætla að byrja slúðupakkan á, vonandi er þetta satt. Það er verið að tala um að heitasta pari í Hollywood þessa mundir séu Pedro Pascal og Jennifer Aniston. Já, maður sjá hver eftir Pedro Pascal. Hann var hérna í Last of Us hérna. Já, og var í Narcos og... Já. Huggulega gæla, ég held með þessu. Já. Ég held að bara, sko, það er eiginlega fáránlegt hvað ég held mikið með þessu. Mér líður stundum eins og Jennifer Aniston sé svona einhver frænka mín eða eitthvað svona, ég vil bara henni gangi vel. Þú sko að minna. Já, Þú hefur búin hún... að bingja Friends Hún hefur ekkert verið mikið, grallarast eða? Hún hefur ekkert verið í eitthvað svona... Rólegt yfir henni. Síðan að Brad Pitt bara stakka af, þá held ég að sé búið að vera... Jú, hún byrjaði það með það var eitthvað eitt samband en hún ekkert eitthvað alvarlegt, sko. Nei. Þannig að erum við ekki svolítið að halda með þessu drengir? Jú, heldur sko. Ég er að skoða hvað kærast hún hefur verið með. Það sást yfirgeða veitingastæðin Tower Bar og Sunset Tower. Hún veit alltaf alla sem hún deyta alveg frá því og hún var bara frá 1990, hvað er að gera þetta? En hvað er svona eftir Brad Pitt? Brad Pitt var 98-2005. Já. Ég hélt alltaf með þeim Vince Vaughn 2005-2006. Já, Vince Vaughn, það hefur þetta verið alvöru par. John Mayer 2008-2009. Hann er vist einhver fuckboy. Justin Theroux 2011-2018. Og svo er hún bara búin að vera einhver random fyrtingum síðan þá. Það er ekkert eitthvað staðfest. Random, hérna var hún, þau voru saman í 7 ár, hún og Justin Theroux. Já. Hvað í hverju var hann aftur? Mary 2015 og skildu 2018. Svo erum við bara slög 2018 til núna. Og þetta er alveg sæning hérna. Þetta er huggulegu gæi þessi Pedro. Líka hann nafn Pedro. Geggjaði leikari líka. Bedra Hann vil spila það, þau eru að baki það, rosalega. Já, talandi. Við höldum með þessu. Já, svo eru risafréttir fyrir þig Steindi. Já. Þú vart nú, það er eitthvað sem segir mér og nú alveg tjekka á þessu. En bandaríska leikonu Sydney Sweeney, það er verið að tala um hún sé komin á markaðin. Ég náttúrulega er því Oracle að þú vilt spyrja eitthvað hvernig þetta fer alltaf með hefallum. Þú búin að tjekka á þessu? Nei, maður sjá, hvað minnur þú? Ekki, já, þú veist ekkert hvað Sydney Sweeney er. Það er að spila þennan leika. Ég bara, þú veist, ég er náttúrulega bara með mynd þarna fyrir frammi. Já, veistu ekkert hvað þetta er? Sydney Sweeney. Jó, var í þættin eru geggjaðir. Euphoria. Já. Og hún hefur leikið í fullt af dóti maður. Já. Þetta er svona svolítið Pamela úlingana. White Lotus líka. Já, með hverjum var hún að byrja? Nei, þau eru að
sko, hún var að fara að gifta sig. En það er verið að tala að, að sambandi hangi á bláþræði. Og það er framleiðandinn Jonathan Davino. Þau eru víst hætt við að gifta sig. Jonathan Standa Davino frammi fyrir miklu erfiðleikum. Segja bandarískir stúðumvilar. Sem þau hafa frá einhverjum sem segist að vinna þeirra. Já, þau byrjuðu saman 2018. Trúluðu sig 2021. Þau eru búin að vera saman heil lengi. Það er erfiðleikar Þarna, ef ég var hreinskilinn, gæti ekki mér saman. Jonathan Davino. Bara sorry Davino. Höldum ekki nóg mikið með þessu. Nei, því ég held með Jennifer Aniston Sydney Sweeney, hún ekki alveg komið þangað að maður haldi eitthvað með henni sko. Nei. Herru, svo eru Megan Fox og Machine Gun Kelly. Megan Kelly er rosalega. Barnið þeirra er komið í heiminn en þau eru hætt saman. Og krakkin heitir Colson Baker. Hann er bara svona eðlilegt nafn. Það hefði ekkert komið óvart að það myndi heita Blood Kelly eða eitthvað. Baker, það er svo bakari. Já, Colson Baker. Þetta er rosalegt nafn á þetta bakari. Ef hann fer í kannistnúðana og glassurinn þá er hann með alvöru nafn á stanum sko. Þetta er fyrsta part þeirra saman Fox á 3 drengi með okkar besta manni Brian Austin Green David Beverly Hills. Það var beila vel á honum eða ekki. Hvað er David að gera nú? Munið þegar hann sagði hann var á föstu og sagði vonandi byrjuðu aftur saman. Þetta var eitthvað mjög hann var viðbjöður. Hann var búin að ákveða einn og sér að ætla að ná henni aftur eða eitthvað svolítið. Já, samt í sambandi. Hvað er Brian Austin Green að gera right Ég sé eitthvað lítið elsku. Ég byrjaði að followa hann á Instagram eftir að vorum að ræða hann í þættinum. Hann er með podcast og eitthvað. Ég held hann sé að gera, hann lifir alveg ágætlega á Beverly Hills dæminu. Þú vilt samt held ég ekki fara úr einhverju Beverly Hills í podcast sko, það er svona þetta er ekki the path he chose. Þetta er svona bara að gera svolítið gott úr því sem Já, reyna bara að vinna. Og er hann þá bara með podcast sem tengist 90201 eða? Mikið að þið bara ræða atriðu þættinum og þetta gerði ég. Hvað heldur það myndi endast lengi? Það er mikið crazy fans. Já, hann getur alltaf þið eru að horfa einn. Það er mikill Beverly Hills 90210 fan. Ef hann væri að rýna í tæki hvern episode fyrir sig, það væri kannski 50 þætti. Já, þá er bara pottið, það væri lungu búið pottið. Já, en svo færa bara aftur yfir í fyrsta áttinu og það er Michael og hinna Ég ætla að enda slúðurpakkandringir á Pete Davidson en Kim Kardashian er vist brjálu út í hanna því að hann var í einhverju viðtali þar sem hann byrjaði að grenja og hlátra hann hafði verið að deyta Kim Kardashian og öllu, eins og hann segir sirkusnum sem fylgdi því og that rubbed, eins og stendur hérna, rubbed KK the wrong way að hann skildi tala að byrja með henni væri bara eitthvað sirkus sem reyndar, ég er alveg Kim Kardashian fan. Ég held samt að sé svolítið til í þessu. Ef þú byrjar með Kim Kardashian þá ert að fara detta bara í eitthvað sirkus sem að þú losnar ekkit úr sko. Ég meina, allt í nöftu bara við fullt að myndaðalum heima hefur að taka myndaðar að skera ykkur agúrku sko. Þú veist, þetta er ekki alveg svona sem menn kannski panta. En hann sagði líka að hann var feginn hvað þetta hefði ennst stutt. Já, herru, veistu hvað, hann getur nú ekki sagt mikið sko. Því græpa sem þessi gaur er sko, ef þú pælir aðeins í, veistu hvað, hann grætti helling á sambandi. Helling. Allt er svo síminn hans að ringja og hann ráði einhverja bíómynd sko. Já, hann er búin að vera í Saturday Night Live og já, hann er búin að vera í hinn og þessu. En ég segja ég er eitthvað ánað með það, þú ert að taka upp hanskan fyrir KK. Ég fór alltaf að hugsa þetta, ég held að síminn hans hef ekki verið að ringja á fullu sko. Nei, bara alls ekki. Það er bara því mér. En heldur þetta að þá verið bara eitthvað plott hjá hann að byrja með þetta til þess að? Nei, ég segi það, ég bara segja. En hann er með eitthvað hrókað eftir á. Já, það er svona eftir á hróki er aldrei stemning sko. Nei, og líka þetta hann má aldrei gleyma því, þetta Kim Kardashian sko. 10 sem stærn hann. Það grínast, það er bara eins og frægast. Þetta var slúðupakki dagsins, við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan. Svo hér eftir auglýsingar er Brandarhótt pappa Steinda Egillar að fara að tala dónalega um mig. Við erum með spurning. Herðu, hvað er í spurningkeppninni? Já, hörðu. Ég glemdi að spyrja það. King of Problems. King of Problems. Konungur vandamála. Ég hef aldrei verið með King of Problems. Eftir King of Tits og King of Ass, I'll take it. Ég var alltaf að vera King of leikfang, blöss leikfang, út af því að hugmyndin var ég tala Sverri Bergman, hann er master of words, hann sagði FM 95 blöss. Ef við myndum alltaf rassabúð ég er alltaf að fara að halda meira og meira. Þú sért að okkur samningarna sem voru að reyna að lauma hérna inn. Hvað er hún að leggja inn að þið vikulega?
Við erum bara að dónandi í þess að töskuðina. Þetta átti að vera eitthvað king of eitthvað leiktæki sko. Já, þetta ekki king of leiktæki. Já, við skuldum auðvitað að förum við þér. Þetta FM 957 Beautiful people. Chris Brown, það með það sem í gangi hérna í Keilautunni. Hér allt morandi fallegu fólki. Allt upp á 10. Pretty Boy Choco með party hér í kvöld og svo fjölskyldutónleika á morgun. Ný pizza á matseli. Þetta stórt. Já, þannig að hér bara allt í gangi. Og það hins vegar komið að dagskrárlið sem að ég held þetta sé eiginlega bara uppáhalds dagskrárliðurinn minn í dag í F95 blöð. Það Brandarótt pappan Steinda. Erum við að fara beint í það? Það ekki? Jú, þetta sko Þú sagði ekki að þetta var 8? Jú, þetta held ég 8 brandar hérna. Það getur verið bloopers hann inni. Já, ég eiginlega að vona það. Hann virðist ekki kunna að sko unsenda bloopers sem það veistla að hann gerir það ekki. Og ég get ekki hlegið að því að pappi minn, hann nýbúinn að læra að setja mynd inn í Messenger, hann kunni það ekki. Þú veist að því að hann var að passa daginn fyrir okkur Tetta og Matteo. Hann náttúrulega ekki á Instagram og ekki á Snapchat eða neitt, hann bað hann að senda myndir bara þegar hann væri með strákana. Hann kunni ekki að setja myndir inn á Messenger. Nei, hann þarf að læra það. Ég náttúrulega risaðilega en ég kann það. Fjandinn hafið það. Já, það væri skrítið að þú myndir ekki kunna senda mynd. Finnst ykkur ég miklu tækni heftar en þið? Já, bara, þú veist, by a mile. Það er bara með physical veski og physical kreditkort. Ég hef aldrei heyrt þetta. Það heldur bara á kreditkort. Þetta mjög skrítið. Það allt sérstaklega þetta, en hérna, þið klárið þetta, drengir? Þeir brandar og... Sko, ég þarf að heyra þetta vel. Það voru að setja alveg upp í makinn. Já, ekki, þannig að það mig svo lágt hérna, sko. Sko, brandar og pappa míns, senior slæðir á letta strengi, gískaðu pönslandi. Og þeir eru saman í liði. Og þú líka, þú er ekki að heyra þetta. Nei, við erum allir saman. Ég byrja bara fyrsta. Já, sett það fyrir framan. Það verður skrítið að byrja á... Af hverju gat húsflugan ekki svara spurningunum? Veitu, var það ekki voru búið? bjölluspurningar. Var það ekki búið? Kallinn að... Þetta eru bjölluspurningar? Já. Maður sé að býta þetta. Hann þarf að muna. Af hverju gat húsflugan ekki svara spurningunum? Þetta eru bjölluspurningar, já. Þetta voru bjölluspurningar. Já, þetta Þú bara... voru að hann má ekki komið saman. Þetta var Það ekki... er komið aftur. Ég meina, sko... Ok, Það er ekki við nýtt eftir hvernig einsta lög þetta, sko. ef það sami hlustendahópur, það verður að gera. Síða þessi. Já. Sko, mér minna hann hafi verið síðast. Eða ertu nokkuð bara Hún var síðast. skrólar upp og Var hann sendið þetta í dag? Já, þetta er bara... Í nú ég lofandi að þetta er einhversta næsta verði líka... Það var samt síðast líka, var komið brandari sem var búið með það. Hann man ekkert hverju hann að reyta út. Hann dælir út. Þú maður sjá hvað kemur næst hérna. Hver greiðslugeta sköllótt manns? Ekkert. Er þetta ekki saman síðast Jú, líka? ert að spila bara sem að sendi síðast? Nei, sérðu, þetta er allt bara hérna 13. Já, ok, það er sendt í dag. 13:45. Nei, þessi var ekki sendast. Jú, greiðslega enginn að þennu sköllóttur. Á ekki að byrja aftast. Það er kannski hann að, þú veist, senda skiluru Óvart. einhverja gamla. Gæti hann hafa sendt alla komlu bróðarna aftur. Kannski Það ætti er að- rosalega En ópós málið er að eini kallir er, ég get ekki hlusta á þetta áður, þá veit ég. Ok, farðu að neðsta. Hvernig tekur hann þetta upp? Þú veist, hvernig sendir Bara hann í þetta? gegnum hérna, held ég Já, þetta. ég minna, hvernig sendir hann það ótt aftur? Hann er pottið búinn að fá farið sér þriðju, kaldan farið hérna þriðju. í þessu. En samt Hann veit þetta ekki- sendi í hátteginu. Já, hann er ekkert búinn að fá sér eitt kaldan. Við fengum okkur kaldan inn í hátteginu. Ok, tilbúin, ég fyrir næst. Farðu neðsta. Ok, að byrja hérna. Hvað er líkt með drykkjur út og úrhellisrigningu? Þessi Þessi nýr. Þessi glæni, sko. Hvað er þess að hvað stutt í mistökinni byrja? Drykkju- Það tók tíma. Drykkjur út. Já, Og úrhellisrigningu. Úrhellisrigningu. Það er Þetta er náttúrulega eitthvað að þamba. alltaf vatn, hann lekur í gegn. Byrju, drykkjur, er hann talað bara fyllibitur? Já, og fyllibitu eða grenjandi rigningu. Hver er munurinn? Nei, er ekki hvað er sammeilegt? Hann sagði hver er munurinn? Það, sko. Hvað er líkt Nei, hvað er líkt? Já. Já, það er náttúrulega það sem er líkt með þeim er að Það höndla mikið magna vökva hérna á svipnum tíma, sko. Já, vá. Það er ekki svarið. Fyndi brandari. Við erum að velja í hann er að velta Það veist að stýra melkina. Þessi var góður í það. Nei, við erum að reyna að leysa þetta. Ég er að finna löst, sko. Þetta er orðagrín. Það er líkt. Þú veist, það sem er líkt. Það er byrjað að snjóa. Alltaf þetta helvitist land, sko. Það er Nei, ekki bara að spila svarið? Já, hvað er með það? Já, við höfum bara smá tíma til að með drykkjur út og úrhellisrigningu? Þau byrja bæði með nokkrum dropum. Já,
byrja bæði með nokkur Þetta er það geðveikt. svo fyrir rauninni fyllibittar og keirir í sig og Já, veðrið stundum- vestnar. Já, þú þarft ekki að útskýra þetta, Já, föttu ekki já. allir. Þessi var bara, var þetta ekki solid 5? ég skil 6. Mér Og finnst, ég ætla nú bara að segja, ég veit þetta, pabbi minn alltaf mist 5 svolítið hátt. En hvernig Mér- fór hann á fyrstu tveimur hann aftur? Farið þriðja núna, ekki hoppa og farið í nummer 3. Þú erum við 3. Já. Ekki var sami. Það er svona, þetta er þristur. Hvers vegna vildi Guðrún ekki láta grafa mannin sinn? Það þegar hann var ekki döður. Þetta er nýr. Já. Það betur, hvað sér þú Guðrún? Hann er bara með 2 gamla hann efst. Það var ekki döður. Nei, veist. Af hverju vildi hann ekki láta grafa manni sinn? Af því að, Það er ekki, því hann var ekki dáinn. Vill hann ekki losna við mannin? af því að hann var ekki Og þreytt á manninum, sko. Já, er það ekki bara því að það var eitthvað. Ekki, það er léleg pönsla og það var ekki döður. Já, þið eru ekki að koma með eitt betra. Það er ógeðslegt pönslan. Já, ég held að það. Af því að hann var ekki dáinn. Ég ætla að segja að það væri ógæðslegt pönslan. Og veist hann að hlusta ég, sko. Nei, Þessi var bara allt í lagi. Eftir ég hugsa þetta, það er gott, sko. Já, mér finnst það þurfa að stígu upp núna. Nei. Já. Hann náttúrulega þarf að stíga upp að þið eru búin að senda 2 sem eru senda á þig. Já, ég ætla að beða hann um að stígu upp núna. Hvað er mynd grófan? Hvenær býður kynveri góðan daginn? Loksins. Bú. Ég fæ bara maður. Þú mátt ekki spóla nýður. Nei, og ekki þú voru að klára svarið. Já, ég er bara með hann þetta. Ég sá svipina þér. Hann er búin að vera þess að grófari. Loksins er hann að spóla sér aftur upp. Ég bara fæ Það þarf ekki að vera þetta sé. Ég fæ magan þegar hann Veitu hvað var spurningin? Hvað sjá? Hvenær býður kynveri góðan daginn? Ok, hvenar býður kynveri Asjón, ég hef svo hvað Asjón búin mjög kurteis, Já. super kurteis Á nóttinni, af því að við erum í öru tímabelti og Það væri lélegt. Nei. Já, það væri auðvitað væri það lélegt. Hvenar býður hann góðan daginn? Þegar hann vaknar? Ég veit það ekki. Nei, þetta er eitthvað með að neyja eða eitthvað svona super Nei, format ég heldur þetta er brandarhopp. Já, ég veit að ég Hvað er það? Já, þegar hann neyir sig. Já, Ég ætla að segja að sé á nóttinni af því að við erum tímamismun, já. Já, út af tímamismun. Er það ekki? Já, bráðum það. Hvenær býður kynveri góðan daginn? Þegar hann hefur lært íslensku. Þessu er þetta geðugur. Þetta er besti bandar Þegar hefur lært íslensku. Hvað er að gerast þetta? Er þetta Hvað gefið þið þessum? Þessi var Þegar hefur lært bara íslensku. Maður snöggsvitnar Góðan alveg, daginn. sko. Maður snöggsvitnar. Ég gef honum 9 af því ég horfði á andlitið á því þegar pölsvældi kom. Já, Það er okkar. Það var fínt maður. Já. Veitu hvað, er einn eftir það? Nei, hvað Það er? eru tveir Tveir eftir, já, ég var til í að hlusta á þetta allan dag. Já, kemur næsti. Hvaða garður er alltaf blautur? Hvaða garður er alltaf blautur? Vassrenni bötagarðu vantilega. Já, Já, það er búin að leysa þetta. Þessi nú Tanngarðurinn. Tanngarður. Hann sagði að þetta er líka stoltur. Og Vassarmbötagarður var gott gisk. Já, en hann, sko, rétt svar er Tanngarðin. Til hest baða sig í Herðu, hvað er það að segja hérna? Hvað gerir þú ef þú fyndir hest? Hvað segir hann? Hvað gerir þú ef þú fyndir hest baða sig í baðherbygginu þínu? Hvað gerir þú myndi að finna Hest í... Baða sig inn í baðherbyggi hjá þér. Það er náttúrulega, er þið ákveðin skellur. Já. En þú myndir, hvað myndir þú gera? Þú myndir, hérna Þetta er náttúrulega, við erum að reyna. Við gleymum stundum að það verður, sérstaklega þú Egil, þú fattir ekki, við erum að reyna að finna pölslæn. Hann er ekki bara að segja ríð honum með honum. Sko, það bara Nei, menn, þá hætti ég með liðin. Ég er bara að velta að segja, hann er ekki bara að segja það. Þá er þetta í síðasta skipti sem að þetta hotni er. Það er bara staðfest. Það er alltaf aldrei Ég ætla að fara að segja Þú sést að fara að ríða hestin á baðherbyggi. Nei. Það er ekkert plássi að fara að lappa Það þar. er orðagrínið. Já, hann er ekki að fara að segja Lætur hann að segja þú ríður hann. Hölda Hann er að segja eitthvað svona Þú veist eitthvað hvað er svona hesta Sko þetta er eitthvað sem við erum ekki að fatta. Brokka eitthvað svona hestalingu Hesturinn á sem baðherbergi. passar við þetta Við skulum Já, prófa svara. þetta. Gerist þú ef þú fyndir hest baða sig í baðherbygginu Ég þínu? er að snöggsveitna í það Taka tappan úr? Jésús Taka tappan úr
Ég skil. Hann sagði baðherbyggjur, hann sagði ekki baðinn. Sko Ef þú sjá hestinu þá inni og í baðinu hjá það tækir og tappan bara út. en sko, ég segi Hvað ætlaði þú að gíska á Egill? Þú sagði varst að hún skammast drífðu þig. Bara skammast það sem þú ætti að gera. Nei, síðasti. Það er einn enn, ég held að það er búið. Ok. Ég held það. Hvernig getur maður fengið hana til að gala ekki á mánudagsmorgni? Hvernig getur maður fengið hana til að gala ekki á mánudagsmorgni? Egill, vilt þú kannski gíska á það er þetta einhvern með að veginn- finna Þú ert að fara á kostum hérna í þessum fannstæðinu. Já, hvernig gala hann ekki? Það er alltaf ruggla klukkunni hjá honum eitthvað, annað rugglist sko, það er Á mánudagsmorgni, þá var þetta mánudagsmorgun. Og létur hann á sunnudegi. Það er þetta góða punktur sko. Hann er að vinna mikið með Fengið hana til að gala ekki á mánudagsmorgni? Með því að hafa hann í sunnudagsmatinn. ágætt að enda þetta á Þetta er 1 stig. Ég botnaði þennan. Nei, ég náði 2. Já, náðu tveim. En Hesturinn á baði, hann fór vel að mínumati. Það var ekkert rugg þar. Nei, þetta var bara fínasta hodni á kallinum. Eina fyrstu 2 komu síðustu viku, en annars var þetta mjög gott. Það er gaman að koma með gamla Já, Auðvitað ef þeir eru sterkir, það má alveg henda þeim aftur. Það gera þetta allir uppistandarar. Ég svitnaði 2 svarið í dag yfir þessu. Hvað var það, kynverinn og hesturinn? Já, en svo stundum bara, en það datt sem betur við bara í góð átt. Það er hins vegar komið að nýju, sko, drengir, við erum, þetta er að great honor hérna. Því að Daniel er að fara að henda út nýrri plötu í næstu viku. Og þetta er í fyrsta sinn sem þetta lag heyrist. Þetta er frumflutningur. Algjör Að frumflutningur. sjálfsögðu hér í FNÍ blöð. Já, Og það kemur það út svo það kemur í næstu viku. Næstu viku. Það er Rósald. komið plata frá Daniel. Já. Og þetta er Daniel og herran heitir Smjör. Og lagið heitir Langar í. Alvöru kombo. Við skulum bara fá að heyra slungunýtt. Já, þetta er frumflutningur. Topp tónlistarstöðin FM 957 Það er í lagi með þetta. Þetta er lag sem kemur út í næstu viku. Svakalegt. Daniel og herran heitir Smjör. Geggjað. Frumflutningur hér í FM 957 á FM 957. Fyrir ykkur sem voru að stilla inn að þá erum við í beinni hérna frá Keiluvöllinni og það er gýr í okkur, drengir. Já. Ég veit að gýr þegar að Egill er fann að tala hvort við erum að sitja hans lengur þegar þátturinn er búinn. Þá eru 2-3 konur niður. Þú kom með klassiklassi heim og Ég get ekki endað þannig því að tengdapabbi minn svo til strákan á leikskóla. Ég get ekki rúlað heim að nættir sko. Hann er alveg séð eitthvað sitt í gegnum tíðina með. Ekki frá mér. Nei. En örugglega séð vel í hlutið en það að ég kemi tipsið heim. Já, ég bara get lofað því. Já, en sko, við talaði hérna styrktalöfið, drengir. Ég sagði að vera á morgun, það er 5. apríl, laugardaginn eftir viku, í Laugardalum með hérna styrktarhlaupið. Já, og endilega tjekkja á því. Þetta er sem sagt styrktalöp SKB og það er á laugardaginn eftir viku. Ég hljópa hans á mig hérna, Allt í lagi. en það er Þú hlaup. hleypur og ert að styrkja gott málefni at the same. Já, þið finnir þetta líka bara inn á Facebook events, tjekkja á sem. En við erum eins og að fara í dagskólið sem að ég hræði mig núna sérstaklega þegar við erum í Keiluvöllinni. Það er spurningkeppni Gilsarans og hvað var þetta? King of Problems. Já, þetta er bara, sko, það er vanalega að maður haldi þetta að þetta er verið áður. Og þetta er King of Problems Ég er líka bara hljómar því sem að- að sé seasonal. Já, það fer að verða fátt eftir sem átt eftir að taka. Já, út af því að Þú veist hún taka King of Ass og eitthvað sko. Já, tits. Þegar ég byrjaði að spá þessu í morgun, bara eldsnum 8:30 í morgun byrjaði að velta þessu fyrir mér. Einmitt. Og ég hugsa, hvað er ég að vera með? Því að það er ósnemt til að með King of Spring. Já, menn það er snjókoma núna. Já, það hefur aðstaldið með King of Spring og snjókoma. Og svo er eitthvað King of Easter, það er líka ósnemt, því að það er ekki alveg komið. Já. King of Bingo líka ósnemt, þannig ég var í vesinu. King of Yeyo. Ég var að hugsa, King of Yeyo, þetta geðveik hugmynd. Það er ekki búin að með það. Nei, hvað okkur þetta gefur mig eitthvað svona. Já, ég tekið þetta bara. Þetta snakka um þessu, þetta er heldur góð hugmynd. En þú ert með King of Problems. Já, bara svona Já, King Ok. of vandamál. Herru, ég verði að hérna, koma inn á eitt, drengir. Af því að, Styrta hérna- við er 13. apríl. Nei, 5. Það er þetta aftur. Nei, hérna Tipsy Bar, okkar besti staður. Já. Og hlaut á sunnudaginn besti bar í Reykjavík á Bartenders Choice Awards sem voru, sko, þetta var einhver athöfn í Stokkólmi. Þannig að þetta er bara eitt besti bar Norðurlanda. Þess, Tipsy. fluttuði barinn bara út.
Nei, það er bara fólk sem hefur komið og að meta bestu bari Norðurlandana og Tipsy vann. Það er rosalegt. Og þetta er líka Nuno og Bento og Ástildur, þetta er okkar fólk, þannig að við ásköðum til hamingju með það. Basically með bara, þau eru best í þessu. Já, það er búið að staðfesta það. Nú kemur ljós, hver er svona kóngur vandamála? Já. Er það Blondel? Sko stuðullin þarna ætti að vera 1,15 á Steinda. Já. 4,5 á mig. Hann er líklega fegur. Akkur af því að þú gerir vandamál úr öllu Steinda. Já, meinar. Ekki illa meint, sann? Nei, þú er bara víst illa meint. Nei, og getur verið drefleðileg. Það geta nú allir. Það kemur ljós. Ertu ekki sammála því samt að það getur verið bara, það er allir bara Sunshine and Lollipops, Steindi býr til vandamál úr því. Jú, hann getur alveg búið til vandamál. En hann er með hæfileika að gera það. Hann er hæfileika ríkur. Það er það sem ég elskar við Stónfar. Þá geti ég kannski eitthvað runni King of hæfileika. Hei, og samt besti vinur minn, sko. Ok, það er 8 spurningar. Það kemur bara ljós. Nú ertu fáránlega frægur og drullar cash. Myndur þú segja að það væri vandamál? Hói, verður þetta svona maður. Fuck me. Þetta er við. Ég nenni ekki svona eitt. Hvað mennur, þetta er bara... Maður er alltaf spurningar svona. Ég er að get the ball rolling. Já, með bara ógeðslega spurningum. Nei, það er ekkert vandamál. Það er ekkert vandamál. Nei. Ég ætla bara að svara öllu núna. Það eru komnið 3 hérna í mig og bara hreinskil. Löpum bara í dæluna. Hörðu, ég sá Jagervél. Og það nú er enginn á okkur á bíl. Það er Jagervél right over there. 56 ingredients. Já, ég er að fara. Og ég sýndi sem að vera 18 okkur á kvöld. Já, það er rosa. Er það eitthvað sem við þurfum að fara að skoða? Muni þegar ég fór í návist af kryddinu sem var frá Deep Jungle Asia. Þú leggst í þig? Nei, ég kom droppaði niður. Já. Það ég myndir ekki segja að það hafi verið leiðindi. Það er bara slís. Nei, en það er samt staðfest að þú ert sá eini sem hefur pissað í því hérna þessum túr hjá Jager. Já, en meikst í þig. Já, en var ekki með leiðindi. Nei, þú varst kurteis, bara meikst í þig. Já, bara einu sem sökkaði með túrin og máttur ekki með síman á það, mér leið hrikalega. Það var bara 90 minnir sem var síman. Þú hefur líka bara gott að hlusta. Ég hugsa, ég geti verið að fá message eða notification í einhverju uppbónum minnum. Og ég fór ekki að bera ofan í túrin, það var já, og sér var þetta sveittur kring og jullurnar og svona. Ég mást að það var svona límdist þannig að hvíta. Þú ert með svona stórar pepperoni gerðvörtur. Þú ert ekki með svona litla spicy. Ég er einmitt með mjög litlar gerðvörtur. Stórar pepperoni gerðvörtur. Mástu því að það heitir þetta malakoff. Það er agalegt. Spægipilsa. Ég horfðu bara á drauminn eða eitthvað. Ég er með mjög. Ég er talandi drauminn, 50 þáttur í kvöld. Gleymum ofta að plugga draumnum minn. Við gleymum alltaf að plugga draumnum. 50 þáttur í kvöld. Smá líka hrós, nú er ég verktakatrúður á sín, þannig að fólk veit ég er ekki laun þegar hrósa stöðtvö núna sem er í gangi núna, Gummi Ben, spurningasprettur. Djöfull er það skemmtileg. Ég lítur framann það og líka, svo hóttum við viltu finna milljón á Hrefnu og Arnari sem hvað er best að búa upp á stætti mínir og þau taka alltaf alltaf tölur, crunch them down ég elska. Þetta er góð þáttur sko. Ég hata með svona finance þætti aldrei farið í tölur. Þú voru að taka hvað er best að búa í og svo áttu með drauminn hvað er best að búa og svo áttu með King Sindra þetta er að sjálf að vera gott line up á stöð 2 okkur núna en ég fekk ekki krónu fyrir að segja þetta. Nei. Kannski verið ég hækkaður 5% í launum. Eru þið með svona ég hækkaði mig síðastur í 6 ára síðan og that's it sko. Eru þið með pepperoni þetta er verðbólga Nei, maður sjá þína. Það er rosalegt. Það sem ég er að tala um, ég er með mjög litlar. Já, ég líka. Ég er með minni. Nei, hvor er með minni? Þið eru pari. Steindir ekki með pepperoni. Nei, ég segi það stríðunum bara. Herru, hvað er með næstu? Það er við dæmum ekki þá sem eru með þannig. Auðvitað ekki, hvað er ekki fokk saman hverju gerðvörst út? Þú hljómaður, þú hataði pepperoni í jöllu. Vissur það getur verið mjólkað allt sem er með gerðvörstun? I have nipples, Greg, can you milk me? Ég get mjólkablöð Nei, það er svona þetta var í bíómyndi með jullunum. Það er hægt að mjólka þig, sko. Nei, jú. Það er ekki hægt að mjólka mig. Ég sver það. Jú, bara setur á jullununa saman setur á beljunar. Það er ekki hægt. Það myndi ekki koma mjólk. Það er ekki hægt að mjólka mig. Heldur þú í alvörun þessi mjólk
Þú getur það er hægt að mjólka blöðar. Nei, spurðu vingunni Nei, það er ekki hægt að mjólka mig. Hvað er spurðu, getið mjólka blöðar? Ef við förum með því út í mjólka fjós blöðar, spurðu bara, er þetta mjólka kallmann? En ef við förum með því eitthvað fjós og setjum á því drasli sem er sett og Ég skal júlin, lofa ekki með nei. þá ertu mjólka. Upp á hvað til veða? Það er hægt að mjólka þér. Can you milk a man? Hvað kom? Sko, hún segir, ef þú ætti að spyrja okkur, þú getur mjólkað kallmann bókstaflega, hún er alltaf svona, skilur ekki hvað ég er að segja, sko. Hún er ennþá að skrifa, sko. Hún sagði, viltu kafið í álfur? Er þetta eitthvað sem á heimi næstu keppni F95 blöð? Þú veit alltaf ekki þessi gerfugetna. Segðu bara að vilja kafa í þetta alvöru. Segðu, sumir kallmenn sem eru með galaktoría geta fram með mjólk úr jöllum. Það er sjaldgæft en það gerist. Þannig að blöð, ertu með það? Nei. Hvernig veistu samt? Ok, reynum á það. Já, ég er að segja það, við getum allir farið og testa að láta mjólk okkur, sko. Ef það er einhverjum sem er með mjólk í brjóstunum, þá er það stendur. Nú er það bara reynskilið. Kennur ekki óvart að vera rjómið þarna. Það er ótrúlegt. Ég veit næstu setningu í okkur báðum alltaf. Ég geti setið þetta einn og bara röfla. Já, og sagt allt fyrir alla. Mást ekki að Pétur Jóhann fór á fæðubútrækniðan í... Já. En nú aftur eitt, það var sjónvarpsþáttur, sko. Það væri kannski gaman. Er þetta orðið helviti þund ef við förum allir upp í fjós og erum að mjólka okkur? Það er eitthvað botni, sko. Það er smá botni. En ef það kæmi dropið og það kæmi á blöðurann. Já, ég er að hugsa það. Ég get lofað að kenna ekki. Ef það myndi koma 2-3 dropar úr blöðurunum, Býta ekki bara búið með eina spurningu. Er þið rosa? Það er 7 eftir, sko, það er lengst að keppni Issue of Mankind, sko. Akkur er það ekki með King of Milking bara? Það er geðuð komið. En ég fer að taka bjórin að þið stendi. King of Cocaine eða King of Milking? Já, þetta hljóma svo illa íslensku maður. Hvað varst með King of Milking? Já, ég var ekki með þetta. En ég er ekki með þessa keppni. En keppni getur verið svona hver, ég veit að það geta hvori en hver væri líklegri. Höldum bara áfram með þessa keppni. Byrjum að þessa. Hver er átt bimma eða hvíta gallabuxur. Áfram. En við í fjósi að prófa þetta væri alveg stemning, sko. Myndur þú segja áfengi hjá þessi að problem? Ég segi það ekki, það er kannski einhverju í kringum sem segja. Ok, þú fæði ekki búntið niður. Það er ekki. Það er ekki í kringu að segja að þú er eitthvað slaka á. Já, reynur að fyndin. Hefur eitthvað sagt við bara blöð, ég held þú er að slaka á? Nei, það er ekki gerst. Ég held þú er að slaka á. Ég held þetta sé nei hjá okkur. Hvað er líka party pooper myndi segja það við blöður? Blöð, ég held þú er að slaka á. Já, orðum á þannig. Hún er mér útýst. Hún kem ekki næsta ammali allavega, það er nokkuð ljóst. Honum væri útýst. Nei, ég held svona að við erum öllu ganni sleftu og þá höndlum við þetta ágætlega við stendi. Já, ég bara hafa gaman. Já. Er 0 problem. Hvað segja alltaf problem? Það eru verið að brjálu fagna. Já, þetta er með stefnumæk að fólk heyrir þetta ekkert sem við erum í stofu, sko. Ég heyri þetta bara, ég er að heyra það sem fólk heyrir í stofu. Er 0 problem fyrir þig að fá gælu þegar þú ert á lausu og fyrir bæinn? Veit það ekki, það er orðið helviti langt síðan. Þetta er mjög skrítin spurning. Ég veit, þetta er allt skrítið. Bara þegar þú ert á lausu, ég get alveg, nú er það ekki á lausu. Þetta er hægir á lausu, það er farið í bæinn. Ég myndi segja... Ég veit alveg að farið hitt gælur það, sko. Ég sko... Stækspurning. Bara já, ég minna, auðvitað er það ekkert eitthvað 0 vesen. Og króknum var það vesinn á mér. Já, en það var líka varst á króknum. Já, komið hjálta kúp og allt. Ég bara eignaðist ekki kærasti. Jó, reynda 3 ára 18 ára. Já, Stóni var downtown, sko. Steindin þetta talar alltaf eins og hann hafi verið bara einhver Casanova alla sína tíð. Og áttur ekki alltaf einhverja kærustur og eitthvað. Nývaraskegg og góð í gólfinu og... Gegnum tíðin að vera meiri kærustukalli. Ég er að segja það, já. En svona, nei, svo bara, maður alveg farin í, þú veist, ég hef alveg farið í bæinn. Og er lucky. Ég er ekki að segja það. Ég held að vera að tala um að það er bara eitthvað dimmandal þegar það kemur að þessu. Nei. Ég held þetta, til að svara þér ég held að þetta sé ekkit 0 mál fyrir neitt, sko. Okay. Ég held að fólk þurfa nú alltaf að reyna að vera sjálfmennandi. Hann er að reyna að grínast þú sést svo frægur og það sé ekkert mál fyrir að ná í konur og eitthvað. Ég skil spurninguna, ég er bara að komast út úr henni. Átti vesinni með raskatöður? Nei, það held ég ekki. Þú skeinir þetta 15-20 sinum á dag, Steinþór. Það er að segja það sé vandamál, sko. Það er heldur ekki rétt hjá okkur. Þeir eru búin að íkja tölvita svo mikið að þeir klúðrið alltaf spurningum. Nei, spurningi var bara átti ég vesinni með raskatöður. Ok, nei, það er verið reynskilin, það átti ég smá vesinni með það. Þú ert alltaf að skeina þig. Nei, já, bara ef ég fer á klósett. Þú verður svitna meira
Heldur en meðal maður Varst í greinilega. AC, þú lögum Nei, ég svita nefnilega mjög lítið. Akkur er alltaf í svitaskeinu. Sko, þetta er ekkert eitthvað svita skeinur. Það er þú sem kallar þetta. Nei, þetta eru stemningsvæpur, sko. Finnst þér svona gaman að skeina það? Mér finnst það ekkert eitthvað hundleðilegt. Ég gerir fullt af öðru hlutur sem eru leiðilegri. En þú veist, ég er bara... Þetta er skrítið. Já, ég er á klósturu, ég er kannski að pissa og svo bara það er stemmari og... Stemmi ykkur hvert? Þegar vorum í AC þá voru bara rölda tveir og þá voru þurftir ekkert að vera mýga neitt. Þú bara hoppaður inn bara til að skeina þær Ég held að þetta sé stiga steinda. Það er eitthvað sem Það hefur verið einhver öryggis skeina. En ég vil ekki vera pútið á millan ekki sjálfur. Nei, kannski akkurat þegar þú ert að tala með Egill, þú veist, kannski varum við að rölda og kannski rakki við að stoppa og beigja nýinn og vilti tjekka á þessu, ég veit ekki. Fannst þér eitthvað vandamál að benda á yfir 17.000 titlingar? Hvað, er komin alltaf að tala á þá? Nei, ég reiknaði þetta. Hvernig kannstu að reikna þetta? Þú getur fundið gögn hvað mikið að fólki fer í venjulega sundlaug. Reikna þetta? Og svo farið hvað vannst lengi. Þú ert líklega bara að benda á yfir 17.000 titlingar. Það getur verið sami titlingar margu oft. Ekki stiga á mig. Þú verður að frætta með þetta. Það er svo ruglaður. Þessi verður eiginlega að fara að kveðja. Þessi er búin að vera lengi að benda, já, þetta er ósvolítið nýja sundlaugin, flöskubor í sundlaug. Ég er að fara að sakna, veitir hvað, ég er að sakna stöðum alveg sem er ótrúlega að ég segja það. Og hlaupandi kringluna eftir einhverju. Ég er að sakna þess. Þannig að ég ætla að segja nei að Þetta er nei hér, já. Shit, spennandi. Nei, þetta er ekkert spennandi. Það er bara jafntefli alla keppnina. Áttu það til að taka fárlega einfaldan hlut, flækjan og búa til að problem? Nei, en núna þurfa aðri hérna við borðið að vera hreinskilnir. Já, ég get alveg gert það. Það er út komin yfir. Já, loksins það er komin yfir. Eitthvað að gera það. Eðlilegt stig loksins. Myndir þú flokka þessi vandamál þegar frúin vill pekka þig? Þú ert alltaf að tala um þetta núna. Þetta er eitthvað nýtt. Já, það er vandamál. Þetta er nýtt. Hvað er spurningin? Myndir þú flokka þessi vandamál þegar frúin vill pekka þig? Það hefur bara ekki reynt á það. Ég veit ekki hvort það er þið vandamál. Þú er alltaf að photoshopa myndir eða eitthvað. Ekki einhverju pekki. Já, ok. Hvað er eitthvað ruglað? Nei. Þetta eru vafasamar myndir sem verið að photoshopa að þér. Ég held með þess að þessi fullt af fólki sem er að hlusta sem veit ekki eins og hvað þú ert að tala um. Ég get ekki útskýrt það, stendi útskýrt þetta. Já, ég bara, nei líka, ég hef ekki lendi því að þurfa að taka þessa umræðu við frúna. Það er bara ekki dottið inn. En við skulum bara gera eitt. Þá þarfst ekki að spyrja ofta. Við skulum láta þið vita ef svo umræðu þetta er. Það láta mig vita? Já, bara leið. Og ég hætti að ræða þetta? Já. Ok, það er 2-1. Og það er ein eftir og ég hraðlesa hana og ég get lofa því að Steindi bara að vinna þetta í dag. Það er síðasta. Eftir það mikill jölukalla þá eru þið vandamál hjá þér. Jesus. Sama hvað eru að svara út búin að vinna 2-1 en þú getur valtað þig blöð með 3-1 sigri, það var geðvikt. Já, ég er náttúrulega vantalega að svara. Valtaði bara yfir hann. Segðu bara hvað svaraði rétt. Aldrei, ég hef aldrei að svara. Þú skal að hörfa vald yfir hann og eftir ár þú áttum örugan punkt og ferði eftir ár, það er öllu saman. Þess að voru seasonal. Við erum alltaf aftur. Akkur hún seasonal, má það? King of problems. Ég held ekki að þetta var seasonal. Nei, það er vald yfir hana. Þetta er ekki vesinni mér. Þetta er alltaf ekki vesinni mér. Nei. Hvað svarið þá? Það er nei okkur bara. Nei, þannig að Steindi mann 2-1 hvort þið er. 2-1, Steindi. Hvort þú hissa á því? Hérna Guðjón, gerð okkur öllum greiða hérna og hendi í auglýsingar. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Það er ég, þið er að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957 í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni. Og við vorum að koma úr lið sem að svona, ég veit ekki hvort þetta sé þarf að pásu okkur til framdráttar en þess vegna ætla ég að fara í virtasta lið FM 95 Blö. Strax á eftir hann, það eru sturlaða staðrendir og nú verður Tommi Steindós ánæður. Hann er með þetta sé besti liður í útvarpi. Ég er alltaf svo hræddur að sérst að fá þetta á einhverju síðum sem er ekki legit. Hvað er ég búin að skeina róttur og reyna að faktsaka þetta er alltaf satt. Þessi tilbúinir? Skeina róttur. Það var samt einhvern tíma. Ég veit ekki hvað rótt sem að Steindi er búin að reyna að googla eitthvað og svo er þetta bara, jú, þetta er vist rétt. Það var samt einhvern tíman eitthvað algjörtur. Nei, þetta ekki. Það er þá bara verið, það er náttúrulega eitt af þessu ekki eftir það, það er rosaskítur. Tilbúinir? Á byrju. Karlmenn eru duglegri og taka meiri sjensa eða er fallegt kvennfólk í kringu þá. Sturlu staðrind. Það segir sjálf sko. Eru duglegri Já. og taka sjensa. Taka meiri sjensa. Ef þú ert að móka heima hjá þér
A-leit einhvern veginn eða það er mikið að gælum að horfa að móka hraðar og svona aggressívar í það ekki. Já, en þetta er verið að tala um að taka meiri sjensa. Já, í lífinu bara. Já. Eins og bara ef þú var á tegjustökk. Já, og meiri líkur myndir að hoppa ef það veri eitthvað sens. falleg kona að horfa á þig. Sveppi til dæmis í draunum hefði kannski hoppa, hefði verið, ég veit ekki, Dua Lipa hefði staðið þarna næst. Já. En það með líka Pétur sem talaði niður einhvern veginn og dró úrólum einhvern veginn. Hann var að segja hún að það var alltaf lægi að sleppi svo eitthvað. Það hefði ég verið að það með hann, ég satt bara að hoppa. Hoppaði auðviki. Já, sést þetta peppan ekki. Já. En já, ég held að þetta getur nú alveg verið rétt. Já. Næsta sturlaða staðrind, konur spá yfir 200% meira í rassinum á sér heldur en kallmenn. Já, það er alltaf háprósenta. Já. Sko, veistu okkur ég veit þetta? Þá er ég búin að vera í the fitness industry í meira 20 ár. Þegar að ég er að smíða plön fyrir a man, þá vil ég það yfirleitt sem þessi 5 daga program. Það eru 4 efri skókstagar, 1 neðri. Konur 5 dagar, 3 neðri, 2 efri. Það eru með 3 rass og læra daga meðan strákar eru með 1. Þannig að þetta er, ég ekki staðfæst að þetta er correct. Ok, þá eru næsta. En ég segi, okkur ekki einhverju sexy gæður og mjög stinnan og flottan kúlu bossa. Ég meina, við bara spáum greinlega minni í þessu. Þetta er hvað fólk. Rífur í gang. Já, spáðu þú mikið í rassinu með þessu? Nei, ekki mikið. Já, þú aftur húst í bóksið. Það er mikið að nýpauðum og bara alveg jafn mikið eftir ég byrjaði það. Jafn lítið. Ef að köttur skallaði þá treystir hann þér. Sturlu staðrind. Já, skallaði. Já, ef að köttur er svona að nokka haustum í þig, fattar þú? Að það þýðir hann treystir. Þetta hljómar eins og álveru manjur. Það finnst þér eitthvað sem að eigi ketti að Já, ef kötturinn er svona skall í ykkur, þá treystir. Ég oft hitt kött sem er knúsa með alveg, þetta er aldrei skalla með. Nei, það er bara sama með ketti þá og mannfólk einlega, fólk treystir þér. Það vilja ekki knúsa mann frekar. Nei, hann skallar þig. Já, en hvernig á einhver manneskja sem var að rannsaka þetta að leifa ketta að útskýra þetta fyrir sér og það gengur ekki. Ég skal pakka það saman aftur eftir, við getum að segja hvað það er tilbúin. Ég veist í skilalega í slæðis. Þú getur ekki andað og kynkt á sama tíma. Þú hættir andað þegar þú kynkir. Stendi gera þetta, kynktu og andaði. Það er að sopa og andaði á meðan. Andaði. Nei, þú hættir. Já, rétt verð. Já, sturlu staðrind. Ég held að það séu allir sko allir hlustendur séu að vera heimskari við sturlaða staðrind. Hvað meinar þau? Fólk er að læra þetta. Þetta er virtast í liðurinn. Hún læra þetta ekki í skóla sko. Já, en þú veist, við erum samt bara að tala um eitthvað. Hvað er það sem margir núna sem er actually að fara að prófa þetta? Heldur margir? Ég vona ekki margir. Jú. Ég er bara krakkar þá. Ef ég var að hlusta á þetta sjálfur, bara maður sé að virkar þetta. Ég myndi að segja þessu. Þú lærir þetta ekki bylgjur í. Nei. Þú hættir andað þegar þú kynkir. Þú lærir eitthvað svakalegt þar samt sko. Kvenkins fiskar feika fullnæðingar en þeim leiðist kynlífið. Bara fiskarnir eru svona eins og kvenfólki bara hérna. Já. Þannig að fiskar feika fullnæðingar. Já. Þetta er hálfuð Akkur þetta er mjög njör. Því að það er getur Hvað ekki fiskur bara svona til að fáið frí og takk fyrir mig og til að senda henni í burtu. Láttu mig í friði. Ef hann einhverju fiskar með útastátt og getur þið verið að segja sama. Já, en það er bara mannfólki. En hvernig er fiskunum hvernig ætlar að útskýra þetta? Útskýra þetta, hvað meinar þau? Hvernig talaði fiskur við þennan sérfræðing sem var með könnunna? Hann ætlar að tala hitt við hann. Hvernig myndur þú geta vita það að fiskurinn Þú getur farið út í allt þegar kemur að þessu. Já. Þú getur sagt bara, hvernig er þetta að rannsaka þetta og þetta og þetta. Það er ekki hægt. Það eru bara menn sem eru að rannsaka þetta og konur. Bara við hvað vinnur við pabbi? Ég vinn við að rannsaka þetta. Nei. Fiskar. Já, bara rannsaka fiska. Nei, heldur hann getur bara það. Þú mátt bara rannsaka fiska og hegðun þeirra. Þú meina hérna að fiskar, að kalkisfiskur er bara með penis og að hann er bara svona samlíf með kvenkinsfisk. Ekkert allir fiskar. Það bara feikar fullnæg og syndir svo bara í burtu. Þú veist að fiskur setur ekki tippi inn í laugum sko. Sumi fiskar gera það. Nei. Hefur þú séð fiskur að synda bara meðan lafandi? Nei. Akkur hefur ekki séð það þá? Þú veist að það eru fiskar sem stundar kynlíf sko. Já, ekki með, þú veist. En það stundar sem kynlíf. Nei, ég get lofa þér að það er ekki fiskur að setja til hann á sér inn í hann að fisk. Þannig myndir þú veiða fisk og sjá tippið hann og hanga utan á hann. Upp á kvöldu veðja að fiskar stundu kynlíf. Já,
Komdu með spaðan, Nei, þú er svo töff. Nei, ég er ekki töff. Svo að töffari. Ok, kannski Komdu með spaðan. Nei, ok, kannski eitthvað sjóbyrtingu sem getur sett hann aðeins. Kannski, eða karfi eða eitthvað. 90% af þeim ekki að því, sko. Lákur kemur ekki með handina. Nei, 50 skall. Nei, ég vil ekki tappa 50 skall. Nei. Ég trúi þér. Já, af því að fiska stundakýli. Já, en það er þá bara einhver spes típa sem er ekki hér við strendur Íslands. Nei, ég var ekkert að tala um það, heldur. Ímyndar myndi veiða bara einhverja ísu og það væri bara til í hangandi. Nennu að spyrja gerfugreindina, do fish have sex? Bara svona reka þetta ofan í kokið á honum. Spurðu frekar hvað tilli á Nei, það er ekki að tala um einhverja tillastindi. Þegar þá myndum við vera búin að sjá hann. Yes, they have sex. Thank you. Ekki I fyrst rest my case. Hann er samt að halda áfram. I rest my case. En þeir spreyja. Já. Engin tippi og píka, The sko. female lays eggs in the water and the male swims by and Og releases sprayar yfir eggin. Sko, hann hristir sig yfir eggin. Nei, they do have sex. Nei. Ég bara tala um að segja gerðugvindina. Þetta Það er er næsta. akkurat sem ég er að segja við þig. Síðan er að trolla þetta. Býtu, nei. Það eru undartekningar hérna verið sér okkur. Thank you. Það eru undantekningar. Þetta er eitthvað clownfish. Thank you. Clownfish. Sem að væri þú ef þú væri fiskur. Spurðu how does. Já, ég myndi vilja vera hann ef ég væri fiskur. Já, af því að hann er Frekar en að tippi. vera spreyji yfir ykkur, þú veist. Herðu, það er næsta. Ekka myndi frekar vilja að fara bara í aðtörnuna. Það eru litlu sigrandi. Það pakkaði ég stefna saman. Þetta er kötturinn eða fiskurinn með manjúri. Herðu, það er næsta. Gáfa fólk vaki lengur og bölva meira heldur en meðalmaður. Herru, takk hella, núna er ég bara. Og sem dæmi, Albert Einstein svaf 11 tíma á sólarhring alltaf. Sko, bölva meira 11 er tíma líklega rétt, sko. En Sofa meira líka. vaka lengur. Gáfa fólk, já. Einstein, eins og gáðast, eins svaf í 11 tíma dag. Þetta er eina jákvæða já. sem ég hef fengið. Það var ekki heimskur, sko, ég veit ekki það. Það eru enga geirvörtur eins. Hæ? Það veitur, svaf hann í 11 klukkutíma. Ykkar gerurtu voru eiginlega nákvæmlega Nei, það er samt eða ekki. Einstein, hvernig svaf hann í 11 klukkutíma? Hvernig svaf hann? Ekki einni Æstan er gullega verið hálfur í Lá bara með loka augun. Hvernig heldur það svo? Ekki einni beit. Hæ? Ekki einni beit. Jú, jú. Var hann ekki alltaf að taka 4 tíma? Það veit ég ekki. Herðu, það er næsta. Hann er alveg letihugur. Aðeins 31% karlmanna og 65% kvenna þvó sér hendurnar eftir að fara á klósetti. Þetta eru tölur sem hefum hafst hálf ógeðslegar. Hver þvæsir ekki hendur? Eftir hægingu eða... Það er bara að tala um klósettferð. Hver þvæsir ekki hendur? Já, bara 31% karlmanna. Það er 70% karlmanna þvó sér ekki hendurnar þegar þeir eru búin að fara á klósetti. 70%? Það gera það ekki. Já, það er rosalegt. Og 35% kvenna gera það ekki. Það heitir að... Sérstaklega sko að þú ert að hæja þér þá alltaf þú sér allir vantilega hendunar. Það hlýtur að vera 100%. Það er okkur bar og þetta míga og skólar og hleypur út. Já, ég hef lent í rifrildi sveppa því að þú sér ekki hendunar eftir að hann er búin að pissa. Hvað sagði það? Ég spurði hann einhvern tímann, hann var aðeins komið í okkur, ég bara hvað ætlar ekki þú hendunar? Og það var svona fauk í hann sko, hvort ég var í mammans og eitthvað svona og ég bara, nei, það er bara svona eðlilegt og hann var reiður sko. Já. Eina jákvæða við COVID, við lærum það að gott að þvó sér hendunar. Já, ég bara hvet alla hlustendur okkar til þess að þvó sér hendunar. Það fá jákvæða, þá ógeðslu veiru. Herru, svo er það síðast á þessi, finnst mér skemmtileg. James Cameron bauð Matt Damon 10% af öllum tekjum Avatar ef hann myndi taka sér aðalhlutverki. Matt Damon hafnaði því og með þessu hafnaði hann $300 milljónum bara fyrir mynd nummer 1 sem var tekjast mynd allar tíma eftir það. Ég er sandwich. 300 milljónir. En ef hinar avatarmyndindar fara út í mínus sem er eftir að koma? Það fari ekki, það var Nei, aldrei það var bara mínus. cut a profit, þannig að það ekki taka loss á sig. Nei, hann var 10% af öllum hagnaði. Ég meina, seinni myndin var í bíó daginn, var það ekki bara vilja það? Já, hún var alltaf hagnaður. En bara fyrir mynd 1 hefði Matt Damon fengið $300 milljónir og hæstlaunustu leikari Það einnig að fá 20 er ekki þekkt hann hvað sem er, hann hefur verið blár kallan eitthvað. Jó, hann hefði verið gaurið sem að breyti svo mástu Þetta hefði downgreita fyrir hans massíft. Ertu eitthvað rugglaður? Hvað mennur þetta? Þetta var risa mynd. Já, en þú veist Bara geggju James Cameron. Já, ég er að segja, þú annarkvort þarft að taka skrifu og leiki ykkur í Marvel myndum eða Þetta er ekki svona Marvel Nei, ég veit dæmi. það, annarkvort leikur í Avatar mynd, skilurðu, og öllum Hann hefði alveg getað haldið áfram sem Jason Bourne þó hann tekið eina Avatar mynd Þetta er meðst að sama og með bara að tekur að James Bond. Það er bara Bond. Nei, Avatar, það kom ein mynd svo liður 9 ár þar til næsta kom sko. Já, ok, Avatar- kannski sloppin á Avatar þetta. 2. En þú veist, ég veit bara það. 2. ah.
ef að gerfugrindin er ekki að hægja sér þá tók hún 2,3 miljardar USD 2,3 B Já, hann hafði fengið 10% af því líka. Byrju, þriðja tekjasta mynd söguna eftir Titanic, Star Wars og byrju Avengers, what? Byrju, er gerfugrindin ekki að hægja sér eða? Djöðlega fólk gaman að þessu. Bandarækjum tók hún 684 M USD Mynd 2. Já, ég þú segir það, þar að hann fengi 60 gerfugrindin að stundum það til að hægja sér sko Líkundar á því að ég myndi nenni að fara heim og horfa á Avatar 2 eru engar. Nei, það er bara fullt af fólki sem hefur gaman að þessu. En þetta var, nú spyr ég, hvað hefur sér kæft að þetta ríkir? Sko, ég googlaði eina sem, þannig að það er smá svindlina. Ég varð ekki það. Hvað? Það er Einstein, það er rétt hjá þér. Takk. En var ég að pakka það saman ennina ferðina? En sko málega er að hann heyrði ykkur staðar að svefn væri góður við þig og það sem ég ætlar alltaf að tala um. Og tók svo alvarlega og svaf minnst 10 tíma á dag. Sko, meðan Leonardo da Vinci, hann aftur á móti svaf average 2 hours enni ég var ekki að tala um hann. 24, nei, hann vildi fór hínalegina. Googlaður ennina ferðina og ég pakkaði það saman. Smá kei og líka steinda að Matt Damon á að kvót í hann að hann viðurkenna til þess að sennilega versta ákvörun á ferðlans að hafna þessu. Takk. Aftur pakkaði ykkur saman. Direct kvót frá honum. Já, herru, byrju, þeir eru byrjað að googla allt, en þið viti alveg hvað þið kæftaði. Ég er enda að kynna með þetta. Mér langar náttúrulega að segja hrossaskítur hana fisk, þótt að það sé eitt fiskur einhvers staðar vel djúpt í hafinu sem að er með penis. Þetta er kötturinn af fiskurinn. Þetta er bara, þetta er tvennt. Ég meina, af hverju hefur maður aldrei séð fisk sem er með utan á sér titling? Þú veist, þetta bara getur ekki verið það. Það þótt að sé einhver klánfisk. Þetta er ekki... svo vittlust. Ég hef aldrei séð fisk í synda og hann er með titling. Það væri pæltið að veiða hann í fisk. Það eru fullt af dýrum stundar kynlífi, það er ekkert séð tippið það. Myndur þú setja hann í narjur, bara leiðin heimtíð? Ok, ætlaði að segja fiskurinn eða? Já. Þú veist, myndur þú hafa... Ætlaði að segja hann? Já, hvað er þú að segja þetta? Ég ætla að segja fiskurinn. Hvað segir þú? Ég hefði sagt fiskurinn, ég segi köttin fyrst að hann tók fiskinn. Nei, konur spá ekki 200% meiri í rassinum á sér heldur kallmenn, ég bjóð það til. Ég ætla með rosa. Það var alveg bóttur á því að það væri... Herru, ég get bara... Þannig að eina ferðina pakka ég ykkur saman. En hvernig, núna, því að nú eru fiskar með utan á liggjandi penisa átum að... Nei, ég sagði það aldrei. Ég sagði bara að kvenkins fiskar feika fullnæðingu af því að nenni ekki að stunda kynlíf lengur. Bara sama hvernig þau stunda kynlíf. Já, hvernig? Googlaði það bara. Nei, ég get ekki googlað það maður. History, ég þurfti bara að fara og bynda sorpu með töluna. Herru, við ætlum að fara í nýtt lag. Það er, drengir, Birnir. Þetta er ekki eitt sá svalast í bransanum í dag. Okkar maður, hann er geggjaður. Gefa út lag á minnati sem heitir LXS og já, þetta lag er röglinu. Sérkum ásum. FM 957. Það eru Keiluhöllin og Pepsi Max sem fær ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og talandi Pepsi Max að þá er Pepsi Max Lemon. Já. Ger allt vitlaust núna. Sér því. Helvíti fesk, það verður að segjast. Herru, það er alltaf fyllast þetta. Það er alltaf fyllast og við erum konni með góðan gestinga í stúdíóði sem er stúdíóði, hérna við borðið okkar. Þetta er stúdíó. Þetta er svona okkar stúdíó. Þú er búin að rotta þig inn í hotnið og búin að búa til sko, ég aldrei sé svona, allt í tækjum og tölvum og hann er einmitt ástæðan fyrir að við erum í Keiluhöllin núna. Því að Pretty Boy Choco, það Patrik er svona búin að taka yfir Keiluhöllina þessa helgina, það er ný pizza með honum, hann er með partí, tónleika þetta eftir, hvað kallar þetta, partí, tónleika? Þetta er, já, jú, þetta er Sigurpappa helgi. Sigurpappa helgi, já. Þetta var bara, þú veist, nýtt lag, Sigurpappi, nýtt nammi, nýr kokteil, ný pizza, nýtt allt, bara allt nýtt. Og ég er komin með nýjan ilm með það. Ég er þetta fíla að þú kemur bara, á ég kallaði Patrik að Pretty Boy. Ég kallaði alltaf Sigurpappi nú. Sigurpappi. Ég kallaði yfirleitt Pretty og ég var að breyta yfir í Sugar Daddy. Sigurpappin er sko, hann mætir alltaf með gjafir. Já, og komið nýjan, ekkert nýjan, það sé nú búin að vera í. Hann er Já, svo kom í nýr. jólin. Það var aldrei að kíkja á okkur hann. En ertu ekki, þú veist, er þetta ekki nýr ilmur alveg þar til að allavega út árið? Já, þannig að kemur nýr ilmur, það var nýr. Og nú bara spyr ég hreinskilnilega, er þetta vinsælt? Þetta er mjög vinsælt. Já, fólk er að... Já, fólk, þetta er tikkarinn. Já, það dæla þess á sig. Já, það vil allir leikta eins og Pretty.
Þú veist, þetta fer svona í þú kippir þessu með í hagkup. Þetta bara í hagkup, kippir þessu svona með í körfuna. Þetta farið í hagkup? Já, þannig verði. Ég vel líka að gefa það hérna, Patti, að þú lukkar alltaf eins og $1,000,000. Já, ég var einmitt að fara að segja þetta. Við sitjum hérna bara í einhverju joggingala, við þrír, þú ert í sko leðurjakka, þú ert með ringa, þú ert eins og popstjarnast. Þess vegna getur við ekki selt inn með sólgleru. Já, ég kemst þessi Costco. Ok, ég held að þetta væri Gucci. Dolce & Gabbana, það er til í Costco. Já, ok. Hvað kostar svona sólgleru? Það er trúnaðamál. Það er trúnaðamál. En ég var ekki bara leður eitthvað, já, en sko ég er að díla við svona fíkn. Hvernig fíkn? Svona kaupfíkn. Er það? Þú elskar fashion, þannig að þú eigðir bara í það. Ég meina, menn eigði í áhugamáli sin. Já, það er bara þannig. Ég fæ eitthvað svona úti, fæ svona dopingkikk að eyða penningum í eitthvað. En minna, þú drekkur ekki, þú ert ekki eða í áfengi. Nei. Þú reykir ekki. Nei. Þannig að þú getur basically, ég meina, þú heldur ekki, ertu eitthvað svona í eitthvað krossara, vélsl eða það er dýrt sport. Ertu eitthvað svona þess? Já, eins og krossara og í stór slasaði mér svo rosalega ég bara hætti. Þá ertu bara í toppmálum. Þú eigðir bara í þetta. Ég meina, Hvað heldur að þú eigðir í áfengi áriðsnum? Ég meina, það er áhugamál. Og þannig að ég eigðir eðlilega í það. Já. Þú veist. Það er bara eins og þú segir, eins og Patti segir, þetta er bara passion það er að drekka. En eru þið ekki að gigga fyrir bjór og svona, er það ekki? Já, borgaði bjór með þeim. Borgaði kippum. En hérna, núna er ég ekki að fýblast. Ertu alla daga eins og klæddur núna? Passaru þið þegar þú ferð út? Ertu alltaf svona klæddur? Þú spáðið mikið í þessu? Já, ég reyna það, en ekki, ég er svona yktar í dag en vanlega, ég skal viðurkenna, en ég reyna að vera flottur til fara. Það ertu lengi að gera þetta til, þú bara ert að fara út og eftir, þú veist, hérna, ég ringi í þig, Pretty, þú voru að koma með mér í lönnsina og hvenær þarftu að byrja að ræsa þig í gang? Ég er ekkert svo lengi, ég hendur bara styrtu og fer í, þú veist, það er svo mikið af fötum. Ég reyni, sko, vandamáli er bara, þú veist, ég reyni alltaf að vera ykkur nýju, þannig að alltaf nýja sem ég fer bara í það. Já. Veistu hvað, ég fer alltaf bara í það elsta sem liggur á stólnum minni, fættarinn. Já, ég er að finna meira svona í seinni tíð að ég er oft bara í sömu fötunum, það fyrir pínu töðurum. Nei, þú ert aldrei í sömu fötunum. Ég hef verið ansi oft í þessum ból. Já, en málega við erum, þú ert joggingkall. Já. Ég hef oft sagt það, þú ert joggingkall. Ég þarf þetta kósi, nema ég sé að fara eitthvað út að gera eitthvað. Já, þú ert ekki fashion maður. En hvað, ef við förum bara aðeins yfir hérna, því að langt sem þú komið til okkar og nokkra spurningar eins og bara skína. Hvað eru, 2 ár síðan í sumar síðan að skína kom út? Já. Sem að setu þig svolítið bara að vita allir hvað þú ert. Hvernig ertu búin að fíla þessi 2 ár? Þetta er sko bara búið að vera skemmtilegt sko. Nefn að segja, þú veist, þegar ég er að segja ykkur vilsi og gera ykkur vilsi og eitthvað, allt verður villust. Það er bara fylgir þessu? Það fylgir þessu. Það er eina sem er svona þreytt sko. En annars, ég var í spursmálum aðan. Það er farið ánda, ekki farið ágað. Já. Þú okkur til skammar. Ég er svo stressaður sko. Nei, ég er ekki að tjóka. Það var bara, hérna, við fengum einhverju spurningu. Bara, hérna, hvað er þetta orð í boðhætti, í fleirtölu, í bla bla bla, bara. Þetta var eins og kínversk. Við skildum ekki setninguna. Blöðurinn, ég gleymi þessu aldrei. Ég fekk bara svona og tók svona í öxlina mér og ýtti mig bara svona fyrir fram að sig. Við örðum okkur til skammar, en ég held samt líka að fólk sem er að horfa á spursmál fíli bara að sjá, þetta eru bara venlegi gæjar sem er ekki búin að vera að æfa sig í mánuði þetta. Ég fekk sendt á Messenger frá einhverju konu sem ég þekki ekki neitt, sem ég hef aldrei vitað svona, ég spáði enda á því sem bara þetta hrósið ekki, af því hún sendi orðrétt. Mikið óbúslega gaman að sjá loksins einhverja heimska þarna í þessu. Þannig hún var að hrósa, henni fannst þátturinn skemmtilegur, en kallaði okkur heimska. Ég bara svona, er þetta hrós eða er þetta? Ég myndi þetta að vera hrós. En hvernig stóðst þú þig? Ég bara... Hvernig varst þið í skóla? Ég var ekkert spes sko. Nei. Ég var ekkert spes. Nei, ég held ég hef ekkert staðið mér eitthvað svo vel sko. Ég held ég hef gert það. Ertu meðalgreindið yfir? Fórstu í háskóla? Ég fór í háskóla og sagði við bara fóröldar mér eftir fyrstu bara þeir get ekki kent mér neitt sko, ég kann þetta alltaf. En nei, það hefur aldrei vantað sjálfströsti. Nei, ég tók það bara sko. En nei, ég er alls ekki góður í skóla sko. Nei, en varstu góður í íþróttum? Ég er mjög góður í íþróttum. Fótbolta? Ég nefnilega sá eitthvað á Twitter, eitthvað markaðna, þú varst að kveðja fótboltan? Já. Varstu fínn í? Ég var afreiks fótbolsmaður og það er ekki bara eitthvað bull sem Steindi segir sko. Nei, það er alveg rétt. Heyrðu, veistu hvað? Pappans Pretty þjálfaði mig þegar ég var aðeins með Víking. Það er þetta rosalega. Og þetta er bara sönn saga. Ertu víkingur ennþá í dag? Já, ég er víkingur. Já. Ég er víkingur. Þú ert víkingur?
Það er bara þannig en ef ykkur, þú veist, vantar gigg eitthvað staðar Keflavík eða eitthvað, ég mæti samt alveg Steindi búin að fara í treyjur af öllum félagsliðum í Íslandi Mér finnst það ekki derut að vera í ykkur að treyjur Ekki með endur En sko, ný pizza og hvað menn voru pínurhætt, við smökkum hana, hún er ég verð að gefa þér það, hún er ríkalega góð PPT, það er pepperoni bananar og chili-hunang Og er þetta eitthvað sem þú myndir panta þér sjálfur? Já, núna En þetta er ekki bara hver var pælingin á baku að vera með banana? Færið þér alltaf banana pizza? Nei, þetta var eiginlega bara Jói vildi þetta ítti þess á mig og vildi að ég myndi smakka þetta og svo var þetta bara geðveikt Ég hef aldrei smakkað pizza bönnum þannig að ég vildi vera með Hún er mjög góð Þú settir nafnið þetta á það Ég vildi vera með eitthvað svona exotic pizza Þetta er rest in peace George Foreman I'm so proud of it I put my name on it Það er bara nákvæmlega svo leys Og hvað, í kvöld, hvernig byrjar partíð? Herri, það er búið fyll alltaf keilubrauti bara Já, ég held að það sé bara allt fullt, ég veit ekki Kannski, menn að það ringi inn og tjekka því En ég byrja að gigga 11:30 Rétt á hana rútuna að koma En DJ Dóri Jólar undan mér Svo eru barnaskemmt þarna morgun, 16:30 Þetta er fullorðins í kvöld Og svo krakkandi mæta morgun 16:30 Já Frítt inn, sem er rosalega Frítt inn Vel gert Það er reyndar, 11:30 góðu tími Rétt fyrir lokun, 2 fyrir 1 á barnum Svo ferðu niður í bæ Stemning Talandi um bæinn, ferð þú niður í bæ? Patti? Já, ég geri það svona Geri alveg, fer út að borða og kannski kíkja á einn bar En svo ég Fórstu ekki að fara á Hax eða Átó eða Nefnir borgið mér Það er alltaf skemmt Þá mæti ég sko Annars er þetta bara einn svona hálfur á dönsku En þú alltaf drekkur ekki? Nei, það hættur Hvernig hættur það? Það er að vera 3 ár síðan En þú átt flotta jakka, ekki við Það er ekki tekið Þetta er svolítið þannig, annarkvæmst allar að drekka eða klæða þessu maður Gulli Kíró, er hann edrúið það? Já Sýtur að vera Annars hefur ekki efna svona fötu Nei, þeir sem er að sulli í þessu reglulega eins og blöðarinn og fleiri Það eru joggarar sko En það kom líka út nýtt lag, Patti Við ætlum að leyfa þér að kynna það hérna inn áður að kveðja þig Nýja lagi sem kom það ekki bara á minnati? Jó, kom það Sigpappi með líka risa vídeo og bara Hvað finnum við að vídeoðu? Bara inn á Spotify Inn á Spotify? Það búið að breyta þessu Já, það átt að tilkynna á þjóðatíð Já, og svo er það þjóðatíð líka Það er svo mikið sem að það er að koma að þér Kottum að segja hvað það er þjóðatíð á stórt Hvenær ertu? Það fyrst þegar með löðin Ég veit ykkur, ég þóri ekki að segja það Þú ert á íunni Þú ert bara eins og við erum alla helgina reyndar spurningar þegar það verður núna Þú ert bara á íunni Er að fara til leia Það er 100% Þannig að það er ekki að gleyma neina núna Ég held á nýja ilminniðinum Það er komið ný pizza Þú ert með giggið í kvöld Lag á miðnætti Sigurpappi Setjum þetta í gang Patti Heiður að fá þig eins og alltaf Takk fyrir Tónlistarstöðin FM 957 Þætti ég fyrir að hlusta hér á FM 957 á FM 957 Pretty Boy Choco Þetta með nýtt lag sem kom á miðnætti Það er alltaf gerast í tónlistrengjum Ég fíla Það er alltaf gaman að hitta Pretty Pretty, það er þetta bara Elin Það er helviti gaman að hitta Pretty Herðu, við vorum að skýta maður Við vorum, sko Hann var í spursmál, við vorum í orðbræði Ég skilaði Birki Vagn kongurinn Það sendi mér hostile skilabóð Ég væri fucking idiot sko Já, hann var í sko spursmál hjá bara Stefán Einari að tala vendalega bara fréttir vikunar og var bara að renna yfir þjóðmálin Við vorum í orðbræð þar sem við fengum sko, af því að Pretty Boy hann talaði það að peningur hans fari í föt en ekki áfengi Við erum konur á 3. 4. hérna Hann hafði alveg mátt segja bara nei, þetta er ekkert sáþáttur Gat hann ekki aðeins grip inn í hann bara vera næs Við náttúrulega sko Við vorum í orðbræð og rúf þar sem að vera að spurja bara tungu íslensku Ég hef ekki að fara í það Hvernig dættu ykkur að fara í það? Stemningsmenn Já, ég veit það Look them and they will come Það er allt í læg af og til að vera einhverstað dumb looking Saman hvað rugglað er Það er ég með hugmynd Við náum ekki tala dónulega Það eru 3 búin að senda mér hvort að við séum að reyna að koma okkur út úr þessu Ég væri til að sleppa það
Bara þú til að sleppa Situr hann bara að gera ekki neitt Ég Ég þarf að fara að hlusta á þetta í bold piece of ég er með shit versta dílinn Einu kosturinn er allavega núna, það er ekki allt morandi í börnum eins og síðast þegar þú varst að tala við Steinda Djúvel var Það er óþægilegt svona 6.000 börnin innir En ekki við borðið Nei, ekki við borðið Mástu ekki að krakkarnir stóðu þegar þú varst að segja þetta Já, ég var með því Ok, En sko komdu með þetta, I'm a bold piece of shit og eitthvað. Unfinished sympathy á í kvelli takk Akkur er þú alltaf svo sem þarf að tala tónulega? Hann er körst Bara ekki það low-upin Körst bara Og það dreigið á, fólk sá á Instagram að það er ekki fake Nei, reyndar held ég að veri óþægilega ef að Steindir var að tala um mig núna Hann líka kann það ekki Nei. Veit ekki hvað er að tala tónulega Það er næs Ég held ég Gerir enga graða með því sko Ég er ekki til að næs Ég er bara ekki Nice boys finish last Steindir sko En ég hlakka svo til þetta klárast Svo er ég að vera með þetta Svo lengi sko Nice boys finish last Já, Það eru lægja komundir Það kom undir Já, þetta snýst ykkur tvo núna Nú ætla ég bara að njóta Ætlar þú að njóta? Það eru ekki vera fyrt í græði Já, þú veist að tvo er rosa mikið Þetta fer allt úr sambandi Þannig ég er að hækki með Lægi er hana, þetta er bara alltaf læg Ég skal hækki þér Nei, ég hækkaði það mikið Þú veist að komast undan eins og með að taka samband Hvað ertu með marga línur? 8 Var þetta ekki 5 en það er ekki svona eitthvað þægilegt 8, djúðlega mikið maður Þetta er ríkalegt sko Þau búið alltaf að vera ekki með bold piece of shit hana Ég er bara Lægið er líkil atriði sko Það er undir, ég heyri það Ok Ég heyri ekki til læginu Þú er að reyna að vera graður Það er bara aldrei að fara að gerast Þetta er svolítið bara að reyna að klára þetta Ætli lægið sér undir Ég heyri vel í læginu Ok Ég heyri bara alltaf að við Sjóðu upp úr í kynni Já, komdu með þetta Hvar eru við? Hvar eru við? Við bústað Bústað Tveir í bústað, klukkan hvað og svona Eru þið búin að grilla og Við erum gett svona Fóruð í pottinn? Það eru 12 í okkur Eru þið í pottinu kannski? Nei, þetta er stutt eftir pott Bara, nei, þetta er stutt eftir pott Komnir inn í Tveir í bústað Komnir í kójuna Og ég er að koma mínum mann í gís Við erum búin að vera giftir í 15 ár Þarna í þessum bústað Þið eru bara mættir að það Það er að klára þetta, skiljum Og allt ára með lífið Þetta er í Borgarnesi eða í útlíð Herru, Stindi, hættu nú Ok, klára ok, bold piece of shit Það kom bara strax Get ready Búið Já, þetta er fyrst að segja þetta ekki Ég er að hitta það, ég er bara að koma þér í gýr Ég vissi að þessi kæmi allavega Bold piece of shit Get ready Já, get ready Akkur eftir ekki með hár Króksar á ógiðið þitt Jæja, girtu niður þig Já, frábært Það er daginn Tónum við 2 Ég er með 8 línur Viltu kýs Það er barnaamali þetta við hliðina Það er öskandi krakkar Það skrýta sér barnaamali með það þessu Þetta heyrið ekkert Viltu kíkja í cozy Netflix til Loðuna sveita rottaði Hvað er eitthvað rugg? Ég veist þess viti Okkur er ég orðin einhver rotta Ok, Steindi svín og ég er rotta Er þið ekki koma meira inn í þetta? Núna snýst þetta bara þig Já, var hann ekki alltaf að kalla því svínum Slaka á, hann var að Ég tek freka svínu rottum Ekki Lóðna rotta Ég er ekki koma meira inn í þetta Þú ert rottan Rottufeis Hvað er búið? Hvað er í gangi? Það er kallaði rott Já, þetta fannst mér aðeins Þú ert ekki eins og nýja lið Nei, ég er að segja að þú ert Þetta var bara dirty Nei, nú ert þú Herðu, hann var að kalla þig Fyrir öll sem aldrei að Steindi sér svo rosa næs Heyrðu hvernig að Herðu, hann var að kalla þig loðna rottu þetta Þú kallaði mér rottufeis og þú ert ekki eins og nýja lið Þú ert þannig að snúið sér upp í að kalla mig svín Nei, ég er ekki það Nei, ég var að láta hann heyra það Fyrir að hann var alltaf að kalla þig Nei, svín þú sagði nokkur sem svín Ég er ekki að keppi í þessu Ok Ertu búin að raka ullapeysu raskatið á þér Rottaðið Já, ok, rottan á að vera eitthvað svona En það er eitthvað nýtt hjá þér Nei, ég er bara að gera það græðan Já, vá, gengur vel Dansaði Jackson og gerði titlingi velun Bold motherfucker Já, hvað eru margar eftir? 3 ár Þrjár, já Það var sérstök Var ekki vinur alltaf í sundlu að bæta titlinga? Var hann ekki alltaf að því? Hann að sköllast og ógið Hvernig tengist þetta what? Akkur ég allt innu Þú ert að tala um mig þarna? Af hverju? Þið verðið að skilja Þið verðið að ekki vera að blanda mér í þetta Já, ekki vera að tæfi þetta Ok Þetta er bara liður sem við þurfum ára að kveðja Ok Sköllóta, ógeðslega, sveita, helvíti Vá, Sveita? Sveita? En þú sagðir hann ekki að gera neitt
En þú veist, sagður ekki svona, heyrðu, ertu til í kvöldi eða til? Nei, það var ekki Það var bara bara blót lína. Ein lína fulla blóti og ekkert svona eitthvað að fara færa til í rúm. Þessi var mjög skrítinn, ok? Næsta bara. Hvernig enda Nei, þetta? hættu þessu, ég nenni ekki að heyra Já, þetta. hvað sagði hann í lokin? Ég skil Það var ekki. kallað með eitthvað sveitalúða eða eitthvað. Nei, sagði hann ekki bara eitthvað sveitalúði og ógeð og svo Mér bara langar ekki að heyra þetta aftur. Varst ekki vinn í bakari í sveitinni? Viltu ekki langlokka hana háru og spólka það að rotta þig? Þetta er svo skrítið. Hvernig var ég eitthvað rotta? Þetta er svo skrítið útvarp. Þetta er svo Þú varst að vinna í bakari. Ímyndaði núna, ímyndaði til dæmis bara að systir mömmuðunar hafi aldrei hlust á FN95 blöð. Já, Hún er að það er- keyra núna til Akureyrar og hugsa, herðu já, Egill frændi, hann er í útvarpinu núna, setur þetta á og er að hlusta. Mér finnst Þetta er ógeðslegt útvarp. Já, þetta gefur samt nokkuð skýra Já, já. mynd á ykkur til þátturinn er. Hvað borðið í sveitinni? Tittling, er það ekki að segja borðið þær eða? Í sveitinu, hvað er Jón eitthvað, hvað er að gerast Þetta þetta? fá söðokrók. Það er ekkert sveit. Varst ekki með tippatal? Talaði þennan tittling hérna söðokróksókið. Herðu það. Varst ekki með bara komið. Hvað það er að róttu í aftur? Já, þetta var flott. Það er rosa. gaman að þessu. Það er bara svona að ég byrjar að svitna, Ég sko, sé ég er ekki svo ekki grið. stjörnun á þér fyrir hárðum, þetta er ógeðslega Sagður ekki að það verður bara 8? Ertu byrjað að semja á staðinu? Nei, ég... Hann er alltaf að segja að þetta er rótt. Já, en þú ert svín. Hjá honum. Já, en þú ert rótt. Já, já. Það er miklu verða. Herðu, rottan, svínið og gilsælinn. Rosalegt að reyna að koma Er að með fara að- klæðið inn í þetta. Já, ég spila því ekki til að opna öðmunnin. Ég er með nokkar í auka svona sem ég gemd í hólu. Já, sleppið þeim bara. Ok. Það er Róttu komið... stemning þar eða? Ég veit ekki hvað það kom allt inn. Það er komið að lokum hjá okkur hér í FN95 Það er blöð. komið gott dag. Já, við erum búin að sitja hérna með dæluna við hliðina á okkur aðeins og lengi. Þetta er ekki gott. Nei. Stór helgi Þessi framöndan. frekkin. Við erum ekki meistarana á eftir. Það er Víkingur K. Nei, Já. byrju, Víkingur, hver eru byggamestrar áttur? Þetta er breiðar, nei, byrju, það er Víkingur K. Er þetta úrslitaleikur í Þess að tala við hvað íþrótt. fótbolta? Það er eitthvað leikur eftir, herru. Víkingur Fylkir. Í hvað? skiptir ekki máli. Íþrótt. En hérna, sko, þetta er alveg svakalegt maður. Mér langaði bara að komast út úr þessu. Já, sko, ég er málega, þessi liður Þetta er dýr bara sem þegar hann þau er eru hér. byrjað eða ekki? þetta dýr- Þessi liður er bara þegar þau eru hér. og þetta dýr sem hann er að kalla þið alltaf ítrykkað. Það finnst mér svo sérstakt, sko. Já, hann hætti bara að draga mig út í þessu. Já. Þetta var... Ég til að kalla niður öll dýr í heiminum, bara skýtsamar, ef ég er bara on the receiving end. þá er ég mjög sátur. Hérna má ég samt spyrja það einu svona í lokin. Hvaðan kemur rotta? Hvar fyrir ég að það? Það veist, þeir voru að semja þetta. Ég er bara að gera eitthvað aðan, skilur. Já, þá. Ég er bara að hugsa, við erum með tveir í bústað, við erum í gýr. Það voru að kalla mig rotta alltaf tíma. Þetta var sér ekki. Myndi það að ísla þig? Nei, ok, ef við bara snúum Nei, ekki bara að kalla mig hitt. Nei, svínið. Nei, þú mátt það ekki. Nei, Þá kalla ég þig bara rottu. já, ok, en snúum þessu bara þannig. Ef ég væri með Rakel í kvöld og hún er reynda að fæta Portugal en hún myndi segja bara, já, kottu hann að rotta en ég myndi bara, hvað er þetta að kalla mig? Hvað er þetta að ruggla? Ég er bara að vita, það eru bara eðlileg viðbröð hér. Ég er búin að reyna að Þú benda virðist á ekki kunna þetta. þetta. Ég er reynd að benda á Ég var þetta. dregin út fyrir 2 klukktíma síðan. Ég þvílík pressa en að smíða þetta á nanosekund. Já, en við þurfum að fara að kveðja hendi auðlýsingar því að svo er DJ, Dr. Viktor er með Dr. Recommended. Já, hér strax klukkan 6. Kókurinn. Draumurinn í kvöld. Já, draumurinn, 50 þáttur á Stöð 2 í kvöld klukkan 7, minnum á hann og svo að sjálfsögði Pretty Boy Choco, okkar besti maður hér í Keiluhöllinu. Dr. Pretty. Hann sagði 11:30 og er með krakkatónleika 16:30 á morgun. Já, hvetjum fólk til að mæta nú svona fyrir 11:30, vera búin að koma sér fyrir. og- Já, það er slísi. Tveir fyrir einn af barnum. Hellið í ykkur að hræjótist áfengi hérna. Veit ekki okkur að CJO vill alltaf fá okkur inga, það er alltaf stappa okkur þeir. En takk fyrir okkur í dag. Við minnum á blökastið á þriðjudaginn og það er í mynd. Það er búið að taka það upp, þannig að það er stúdíóþáttur loksins í mynd á þriðjudaginn. Annars heyrist við bara á föstudaginn næstu viku. Takk hjá og góða helgi okkar, besta fólk. Þetta er Topp tónlistarstöðin FM 957